Fundur settur í bæjarstjórn Akureyrar 7. febrúar 2017. Þetta fundur númer 3408 og 3. fundur ársins. Fyrir okkur liggur dagskrá í 9 liðum, en ég vil fá í upphafi fundar að leita afbrigða frá útsendi dagskrá og taka til breytingar í ráðum sem fyrsta liðin á dagskrá. Einhver mótmæli við því eða þeir sem geta samþykkt það við sem gefi merki. Það samþykkt alveg með heilum 11 atkvæðum. Þá það fyrsti dagskrárliður, bæjarstjórn Akureyrar, breytingar í ráðum. Lögðu fram tillaga VAFF-lista breytingar og skipan á aðal- og vara-áheyrnarfulltrúa í frístundaráði og varamanni í skipulagsráði. Alfa Dröfn Jóhannesdóttir tekur sæti áheyrnarfulltrúa í frístundaráði í stað Vilberg Helgasonar og Ásrún Ýr Gestsdóttir tekur sæti vara-áheyrnarfulltrúa í frístundaráði í stað Ölfu Drafnar Jóhannesdóttir. Ólafur Kjartansson tekur sæti varamanns í skipulagsráði í stað Vilberg Helgasonar. Orðið laust. Þessi geta samþykkt það við sem gefi merki. Það samþykkt samhljóða með 11 atkvæðum. Það annar dagskrárliður, Hrísey deiliskipulag hafnarsvæði. Ingibjörg Ólöf Ísaksen, bæjarfulltrúi, tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Þetta annar liður í fundargerð skipulagsráðs frá 25. janúar síðastliðnum. Drög að deiluskipulagi Hríseyjar, hafnar og miðsvæðis var kynnt 1. desember 2016 samkvæmt 4. málsgrein 40. grein skipulagslaga nr. 123 frá árinu 2010. 2 ábendingar bárust. Annars vegar óskað eftir að efri hæð verbúðarinnar verði skilgreind sem frístundahús. Hins vegar kom ábending frá Norðurorku sem hefur á vinnslustigi málsins komið ábendingu vegna dælustöðvar fráveitu og gert ráð fyrir lóð undir hana í tillögunni. Hver staðsetning dælustöðvarinnar verður innan lóðar ekki gott að segja þegar nánari hönnun hefur ekki farið fram. Æskilegt væri að hafa opnari skilmála að stöðin geti, ef á þarf að halda, verið sunnar á lóðinni. Skipulagsráð telur að halda í starfsemi verbúðarinnar óbreyttri. Verbúðirnar eru íverustaðir og rúma ýmsa starfsemi tengda bátum og höfninni og eina aðstaðan í Hrísey fyrir slíka starfsemi. Skipulagsráð samþykkir að hafa byggingareit dælustöðvar fráveitu rúman til suðurs í samræmi við ósk Norðurorku. Skipulagsráð leggur til við bæjarstjórn að tillagan þannig breytt verði auglýst samkvæmt 1. málsgrein 43. grein skipulagslaga nr. 123 frá 2010. Bæjarfulltrúi Ingibjörg Ólöf Ísaksen hefur lokið málsins, orðið laust. Og göngum til atkvæðagreiðslu. Þeir sem geta samþykkt vinsamlegast gefi merki. Það samþykkt samhljóða með 11 atkvæðum. Það 3. dagskrárliður, Heiðatún 2-12, deiluskipulagsbreytingar. Ingibjörg Ólöf Ísaksen, bæjarfulltrúi, tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Þetta 3. liður í fundargerð skipulagsráðs dagsett 25. janúar 2017. Erindi það sem Björn Ómar Sigurðarsson fyrir hönd T21 ehf. Óskar eftir deiluskipulagsbreytingu fyrir Heiðartún 2-12. Byggja 15 íbúða fjölbýlishús með bílageymslum fyrir 6 íbúðir. Bílastæðakröfur verði í samræmi við gildandi deiluskipulag. Skipulagsnefnd heimilaði umsækjanda að gera tillögu að deiluskipulagsbreytingu og erindi var grenndarkynnt með athugasemdafresti til 17. janúar síðastliðinn. Engin athugasemd barst. Skipulagsráð leggur til við bæjarstjórn að deiluskipulagstillagan verði samþykkt og sviðsstjóra skipulagssviðs falið að annast gildistöku hennar samkvæmt 40. og 2. grein skipulagslaga nr. 123 frá 2010 með síðari breytingum. Takk. Bæjarfulltrúi Ingibjörg Ólöf Ísaksen hefur lokið málsins, orðið laust. Þar sem enginn hefur kvætt sér ljós, þá göngum til atkvæðagreiðslu. Þeir sem geta samþykkt vinsamlegast gefi merki. Það samþykkt samhljóða með 11 atkvæðum. Þá það, voru ekki með að klára 4. lið. Nei, voru að klára 3. lið ekki. 4. liður, Krókarinn 21, deiluskipulagsbreytingar. Ingibjörg Ólöf Ísaksen, bæjarfulltrúi, tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Þetta 4. liður í fundargerð skipulagsráðs frá 25. janúar síðastliðnum. Erindi þar sem Ágúst Hafsteinsson fyrir hönd Magnum Opus ehf. Sækir aukið byggingamagn á lóð nr. 21 við Krókarinn og heimild til að byggja sundlaug.
Skipulagsnefnd heimilaði umsækjanda að leggja fram tillögu að breytingu á deiluskipulagi. Erindi var grenndarkynnt frá 23. desember 2016 samkvæmt 2. málsgrein 43. grein skipulagslaga nr. 123 frá árinu 2010 og lauk 11. janúar 2017, þar sem allir sem grenndarkynninguna fengu höfðu skilað inn samþykki sínu. Skipulagsráð leggur til við bæjarstjórn að deiluskipulagstillagan verði samþykkt og sviðsstjóra skipulagssviðs falið að annast gildistöku hennar samkvæmt 42. grein skipulagslaga nr. 123 frá 2010 með síðari breytingum. Bæjarfulltrúi Ingibjörg Ólöf Ísaksen og lokið máli sínu, orðið er laust. Þar sem enginn hefur kvætt sér hljóðs, þá göngum við til atkvæðagreiðslu. Þess sem geta samþykkt vinsæls gefið merki. Það er samþykkt samhljóða með 11 atkvæðum. Þá er það 5. liður, Sjafnanes 2, deiluskipulagsbreytingar. Bæjarfulltrúi Ingibjörg Ólöf Ísaksen tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Þetta er 5. liður í fundargerð skipulagsráðs frá 25. janúar síðastliðnum. Þar óskar Þór Konráðsson fyrir hönd Sjafnanes HF eftir breytingu á deiluskipulagi fyrir lóð nr. 2 við Sjafnarnes, þar sem byggingarreit verði breytt. Skipulagsráð heimilaði umsækjanda að leggja fram tillögu að breytingu á skipulagi. Tillagan er unnin af Ómar Ívarsinni hjá landslagi og gerir ráð fyrir færslu á byggingarreit og breytingu á hámarks vegg og þakhæð mannvirkja á lóðinni. Einungis er að ræða stækkun á byggingarreit og hámarkshæð mannvirkja og er breytingin sem varðar Akureyrarkaupstað og lóðarhafa. Þess vegna leggur skipulagsráð til við bæjarstjórn að deiluskipulagstillagan verði samþykkt í samræmi við 2. málslið 3. málsgrein 44. grein skipulagslaga nr. 123 frá árinu 2010 og sviðsstjóra skipulagssviðs falið að annast gildistöku hennar. Ingibjörg Ólöf Ísaksen, bæjarfulltrúi, lokið máli sínu, orðið er laust. Þar sem enginn hefur kvætt sér hljóðs, þá göngum við til atkvæðagreiðslu. Þeir sem geta samþykkt vinsæls gefið merki. Það er samþykkt með 11 atkvæðum samhljóða. Þá er það 6. liður, verklagsreglur lokun gatna endurskoðun. Bæjarfulltrúi Ingibjörg Ólöf Ísaksen tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Þetta er 16. liður í fundargerð skipulagsráðs frá 25. janúar síðastliðnum. Vinnuhópur verklagsreglur lokanir gatna leggur fram endurskoða verklagsreglur. Skipulagsráð leggur til við bæjarstjórn að verklagsreglurnar verði samþykktar og með leyfi forseta þá vil ég aðeins kannski fara að renna yfir helstu reglurnar sem komið er inn á varðandi þetta. En þetta er sem sagt varðandi lokun göngugötu. Og þar er verið að fara fram á að lokun hluta Hafnarstrætis sem kallast göngugata verði að lágmarki júní, 50 föstudaga og laugardaga frá 11 til 5, alla daga í júlí frá 11 til 5 og ágúst 50 föstudaga og laugardaga frá 11 til 17. Síðan kemur þetta líka að lokun Listagils og lokun vegna listviðburða í þeim hluta Kaupvangsstrætis sem kallast Listagil verði heimiluð frá 14 til 17, maí til september. En verði að hámarki gefið leyfi fyrir 4 lokunum á þessu tímabili. Síðan kemur þetta lokun miðbæjarins, þar sem er lagt til að lokanir fyrir umferð í miðbænum verði á eftirfarandi hátíðum 17. júní, verslunarmannahelgi og Akureyrarvöku, auk þess sem farið er yfir umsóknarferli fyrir öðrum lokunum gatna í Akureyrarkaupstað. Takk fyrir. Ingibjörg Ólöf Ísaksen, bæjarfulltrúi, lokið máli sínu, orðið er laust. Sem enginn hefur kvætt sér hljóðs, þá göngum við til atkvæðagreiðslu. Þeir sem geta samþykkt vinsæls gefið merki. Það er samþykkt samhljóða með 11 atkvæðum. Þá er það 7. liður, reglur heimaþjónustu. Bæjarfulltrúi Sigríður Huld tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, hérna er lagður fram 4. liður í fundargerð velferðarráðs frá 18. janúar síðastliðnum þar sem er lögð fram tillaga breytingum á reglum heimaþjónustu. Helstu breytingar varða aðlögun að nýlegra samþykkti gjaldskrá fyrir félagslega heimaþjónustu og heimsendingu matar. Og velferðarráð samþykkti til breytingunar á sínum fundi og vísar þessu til bæjarstjórnar. Þetta eru bara breytingarnar snúa að þessum gjaldskrárbreytingum sem voru gerðar
og orðalag en engar aðrar efnislega breytingar. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Sigríður Huld hefur lokið máli sínu, orðið er laust. Bæjarfulltrúi Eva Hrund hefur beðið um orðið. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Reyndar held ég að það sé ein efnisleg breyting þarna inni. Það er varðandi hversu oft þjónustan er veitt. Það var takmörkum við 2 sinnum á viku en er núna 10 sinnum í mánuði. Þannig að það held ég að sé efnisleg breyting. Mér langaði hérna bara aðeins að nefna það að við erum hér með öldungaráð og við erum með ungmennaráð. Mér langar bara að erum við að nýta okkur það, eins og til dæmis þá langar mér bara að spyrja hvort að yfir þetta hefði verið tekið fyrir í öldungaráði og ef ekki, hvers vegna ekki, því að þetta tengist þeim málaflokki beint að mínu mati. Bæjarfulltrúi Eva Hrund hefur lokið máli sínu, orðið er laust. Bæjarfulltrúi Sigríður Huld hefur beðið um orðið. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, mér vitanlega hefur þetta ekki verið tekið fyrir eins og í öldungaráðinu og bara mjög góð ábending og kemur henni áfram til nefndarinnar. Takk. Bæjarfulltrúi Sigríður Huld hefur lokið máli sínu, orðið er laust. Það sem enginn hefur kvatt sér hljóðs, þá göngum við til atkvæðagreiðslu, þau sem geta samþykkt þessari skefið merki. Samþykkt samhljóða með 11 atkvæðum. Þá er það 8. liður fjárhagsáætlun 2017 frístundaráð. Það er 3. liður í fundargerð bæjarráðs dagsett 26. janúar 2017, 2. liður í fundargerð frístundaráðs dagsett 17. janúar 2017, yfirferð umræðu fjárhagsáætlun ráðsins árið 2017, tillaga leiðréttingu á gjaldskrá Sundlaugar Akureyrar. Frístundaráð samþykkir tillögu á leiðréttingu á gjaldskrá Sundlaugar Akureyrar og vísa gjaldskrána til bæjarráðs. Dan Jens Brynjarsson, sviðsstjóri fjársýslusviðs, sat fund bæjarráðs undir þessum lið og bæjarráð samþykkir leiðrétta gjaldskrá og vísar inn til afgreiðslu bæjarstjórn. Breytingin var þessi: við samþykkt gjaldskrá íþróttaráðs fyrir Sundlaug Akureyrar ljáðist að hækka verð á stakar ferðir í gufubað og sund, sem þýðir að í dag er ódýrara að kaupa sérstaka ferð í gufubað og sána og sund 850 kr. heldur en stakaferð í sundlaugina 900 kr. Tillaga forstöðumanns Sundlauganna Akureyrar að hækka gjaldskrá úr 850 kr. í 950 fyrir stakaferð, gufubað og sána. Þetta er svo tillaga sem var samþykkt og er lögð hér fram. Orðið er laust. Það sem enginn hefur kvatt sér hljóðs, þá göngum við til atkvæðagreiðslu. Þeir sem geta samþykkt þess að skefið merki. Þetta er samþykkt með 11 atkvæðum. Við gerum örstutt hlé á fundi klukkan 16:13.
Það er 9. liður í útsetti dagskrá, starfsáætlun og stefnuræða 2017, skipulagsráð. Tryggvi Már Ingvarsson, formaður skipulagsráðs, gerir grein fyrir starfsáætlun ráðsins. Svo vel. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Á árinu 2016 voru haldnir 31 fundir í skipulagsnefnd sem nú áramótin breyttu nafn og heitir nú skipulagsráð. Þetta umtalsverð fjölgun funda samanborið við fyrri ár en 2012 og 2013 voru haldnir 20 fundir hvort ár, 24 fundir árið 2014 og 25 fundir árið 2015. Ástæða þessar aukningar tvíþættar. Annars höfum við haldið 4 aukafundi til að vinna endurskoðun aðalskipulags. Hins vegar marktæk aukin umsvif uppbygging og þróun hér á Akureyri sem meðal annars hefur leitt af sér fjölgun erindum deiliskipulagsbreytinga. Því ber vitaskuld að fagna. Áður en lengur haldið ætla ég síðan að segja aðeins hlutverk skipulagsráðs, til hvers erum við og hvað gerum við. Meginverkefni skipulagsráðs Akureyrarbæjar eru skipulags- og byggingamál, umhverfisskipulag, lóðarúthlutanir, umferðarmál og landupplýsingakerfi Akureyrar. Skipulagsráð starfar á grundvelli 7. greinar skipulagslaga nr. 123 frá árinu 2010. Skipulagsráð gerir tillögur til bæjarstjórnar stefnu í skipulags- og byggingamálum og tekur ákvarðanir á grundvelli skipulags- og mannvirkjalaga. Hún hefur eftirlit með stefnumörkun og samþykktum í málaflokkum sem undir hana heyra, hefur frumkvæði gerð skipulagstillagna og skipulagsskilmála og gerir tillögur til bæjarstjórnar skipulagsáætlanir og breytingar á þeim. Skipulagsráð gerir tillögur til bæjarráðs gjaldtöku vegna gjaldskyldrar starfsemi sem heyrir undir verksvið ráðsins og sviðsstjóri skipulagssviðs eða framkvæmdastjóri skipulagsráðs, framkvæmd byggingamál og byggingaeftirlits heyrir einnig undir sviðsstjóra. Leiðarljós og stefna núverandi skipulagsráðs má finna á vef skipulagssviðs í gildandi aðalskipulagi og í drögum að endurskoða aðalskipulagi sem nú nýverið hefur verið til umsagnar hjá nefndum bæjarins. Hér á eftir ætla ég að fara yfir eftirfarandi atriði og í þessari röð. Ég ætla að fjalla lítillega verkefni í vinnslu, hvað verkefni eru framundan, svolítið önnur mál sem ég hef notað til að segja frá því hvað er mér efst í huga og okkur skipulagsráði hverju sinni, fara síðan almennt stöðu skipulags- og byggingamála hér á Akureyri. Þá er það verkefni Það er verkefni í vinnslu. Fyrsta máli sem ég ætla að nefna er endurskoðun aðalskipulags sem á taka á gildi 2018 og gildi til 2030. Sú vinna komið vel á veg og þökk sé þrotusri vinnu Dr. Bjarka Jóhannessonar, sviðsstjóra skipulagssviðs sem hefur verið vakin og sofin að koma fyrstu drögum saman. Nú hafa þeir hlotið umfjöllun í nefndum bæjarins og þessa dagana erum við að fara yfir athugasemdir, lagfæra og bæta. Næsta skref er svo að leita umsagna utanaðkomandi stofnana áður en fyrir með aðalskipulagi almenna auglýsingu. Tímaáætlun gerir ráð fyrir að skipulagið taki gildi í upphafi næsta árs, það er 2018. Það er mikilvægt að við vinnum skipulagið góður í samvinnu allra flokka og allra bæjarbúa. Enda verður eitt fyrsta verkefni nýrra bæjarstjórnar sem kosin verður vorið 2018 að taka ákvörðun í samræmi við skipulagslög hvort endurskoða beri aðalskipulag nýju. Og við værum að kasta svolítið mikilli vinnu fyrir lítið ef við værum að fara inn í næstu kosningar án þess að vera svona almenn samstöð hvert við værum að fara. Næsta mál sem við langar að fjalla er odderi rammalhluta aðalskipulags. Töluvert lengri tíma hefur tekið að klára rammalhluta aðalskipulags odderar en áætlanir gerir ráð fyrir. Staðan að því er svo að tillagan liggur fyrir á skipulagsstofnun með beiðni leyfi til auglýsingar og þegar það leyfi fengist þá munum við auglýsa tillöguna og taka afstöðu til innkominna athugasemda ef eitthvað er að verða. Ef allt gengur eftir getur skipulagið tekið gildi nú í vor. Mikilvægt er að hafa í huga að rammalhluta aðalskipulags er hér einhvers konar millistig á milli aðalskipulags og deiliskipulags. Með því að vinna þetta með þessum hætti erum við að afmarka einstaka deiliskipulagsreiti, setja almenn ákvæði sem gildir fyrir alla heildina og skerpa framtíðarsýn. Skipulagið bindur með öðrum orðum deiliskipulagsreiti saman í eina heild. Við gildistöku rammalhluta aðalskipulags odderar hefst vinna deiliskipulagið einstaka reiti og þegar því verkinu er lokið telst raunar hlutverki rammalhlutans sömuleiðis vera lokið og fellur það þá úr gildi.
Næsta verkefni sem ég vil nefna sem í vinnslu Hvannavallareitur. Samhliða vinnu við rammahluta aðalskipulags Oddeyrar hefur verið unnið að deiluskipulag eins reitstæðs við Hvannavelli. Þar áform að reisa verslanir á norðurhluta reitsins og íbúabyggð í stað lágreist atvinnuhúsnæðis á austurhluta þess. Töluverð umræða hefur verið í bæjarfélaginu þetta skipulag og sitt sýnist hverjum. Svo hátt hefur þessi umræða farið að hún hefur blandast í vinnu rammahluta aðalskipulags Oddeyrar sem miður. Til að skerpa á vinnu við rammahluta aðalskipulags Oddeyrar höfum við því hægt á vinnu við Hvannvallareit. Eins hefur ósamstæða lóðarhafa og fyrirtækjum fyrirkomulag bílastæða og vegtenginga hægt á feril málsins. Síðasta verkefni sem ég langar að nefna sem verkefni í vinnslu Melgerðisás. Melgerðisásin einn af þéttingareitum okkar og ásamt svæði við Skarðshlíð og hefur það verkefni nú verið í vinnslu í 20 mánuði. Tillaga liggur fyrir skipulag en boltinn hjá íþróttafélögum á svæðinu varðandi staðsetningu og hönnun kastsvæðis fyrir frjálsíþróttir sem samkvæmt skipulagstillögunni á að færa frá núverandi staðsetningu og yfir Skarðshlíðina að Boganum. Í framhaldi verður tillagan auglýst. Fjöldi íbúa á skipulagssvæðinu verður ef allt gengur eftir 125 talsins. Þá er verkefni framundan. Fyrst nefna Holtahverfi. Við erum að hefja vinnu við að deiluskipuleggja Holtahverfi og það eru 3 þéttingareitir austan Krossanesbrautar sem skoðaðar verða sérstaklega. Skipulagslýsingar að vænta á næstu vikum en í framhaldi hefst vinna við gerð deiluskipulags. Þar næst deiluskipulag Oddeyrar. Við gildistöku rammahluta aðalskipulags Oddeyrar næsta skref að hefja vinnu deiluskipulag einstakra reita innan þess. Þétting byggðar og tækifæri til uppbyggingar mun ráða forgangi hvernig við vinnum deiluskipulagið. Sést í hvað röð við förum á reitina. Svo það deiluskipulag til nýbygginga. Í drögum að aðalskipulagi eru tilgreindir 14 þéttingareitir sem mögulegt að byrja að byggja á eða skoða fljótlega til annars sívaxandi eftirspurn eftir byggingarsvæðum. Þar má nefna svæði kringum Háskólann á Akureyri og suður á Pálmholti, safnasvæði við Naust 3 og óbyggt svæði vestan Borgarbrautar. Ennfremur mikilvægt að skoða aðra leiðir til þéttingabyggðar en einungis nýbyggingar þegar óbyggðum svæðum. Nú nýlega var kynnt skýrsla sem ber nafnið Þétting byggðar á Akureyri, Lundahverfi og Suðurbrekka eftir Arnór Tryggvason hjá AFH-arkitektum sem unnin var með styrk frá Rannsóknar- og Þróunarsjóði Skipulagsstofnunar. Þar bendir höfundur á marga möguleika til þéttingar, meðal annars með því að hækka fyrirliggjandi byggð án þess nauðsynlega að ganga á auð svæði. Sams konar hugmynd hefur uppi með hækkun fjölbýlishúsa við Skarðshlíð, þar sem hækkun húsanum eina hæð gæti kostað lyfta ásamt almennri upplyftingu sem styrkja myndi svæði í heild. Næsta mál sem langar að nefna miðbæjarskipulag og framkvæmd miðbæjarskipulagsins sem svona verkefni framöndan hjá okkur. Með niður yfir Gránufellsgötu 7 má segja að fyrsta verkefni sé lokið sem skilgreint var með samþykki deiluskipulags miðbæjarins 2014 og það langur vegur enn eftir. Nokkur áhugi hefur verið á byggingareitum sem skipulag afmarkað við Skipagötu. Þar var hins vegar tekin svo afstaða að á meðan framkvæmdir á Drottningarbrautarreit óforsónlegt að taka fleiri svæði til uppbyggingar. Bílastæði miðbæjarins eru enda komin að þolmörkum. Þennan tíma sem við fáum meðan uppbygging og Drottningarbraut á sér stað viljum við nýta okkur til þess að kostnaðargreina og áfangaskipta skipulag miðbæjarins sem og skoða hvaða möguleikar eru til að reisa bílastæðahús til að mæta þörfum ört vaxandi fjölda akandi gesta í miðbænum. Þessi vinna á frumstigum og við höfum vonandi einhverja skýrslu eða í vor sem þið fáið þá aðgang að. Næst það önnur mál. Mér langar aðeins að ræða fjölda óska fjölgun íbúða í nýbyggingum. Þetta svona nokkuð heitt mál í skipulagsráði. Það heyrist nánast til undirtekningar ef lóðarhafi óskar ekki eftir breytingu á gildandi deiliskipulagi með fjölgun íbúða markmiði í kjölfar úthlutunar lóðar. Vissulega hefur verið skortur á minni íbúðum á Akureyri og eftirspurnin eftir slíkum íbúðum virðist ekkert að minnka. Þróunaraðilar segja að allt seljist jafn óðum og eftirspurnin sé næg. Á sama tíma og við erum að vinna að aukinni þéttingu byggðar það þá ekki mótsagnakennt ef við erum mótfallin slíkri þróun. Hvaða áhrif getur þetta haft á hverfin? Til að mynda hvaða áhrif getur þetta haft á framtíð hagahverfis sem nú eru í uppbyggingu? Einsleitar íbúðagerðir geta reynda stuðlað að einsleitu samfélagi og takmarka möguleika fólks að flytja innan hverfis, til dæmis þegar það vil stækka við sig án þess að börn þurfa að skipta um skóla.
Þá má setja spurningamerki við hvort mikil þéttleiki íbúða sé best fyrirkomið í útjaðri bæjarins eins og Hagahverfi og hvort ekki verði réttast að beina þessum íbúðagerðum meira að miðjunni til að mynda þéttleikasvæði Oddeyri. Þetta eru allavega spurningar sem við í skipulagsráði erum að leita svara þessa dagana og svona velta vöngum yfir. Við höfum líka orðið vör við mikinn fjölda óska breytingu á íbúðar, verslun og skrifstofurými yfir í gistirými. Ferðaþjónustan virðist á mikilli uppleið og hér vantar alltaf meira og meira gistipláss. Sérstaklega á þetta við miðbæinn, en við höfum einnig orðið vör við áhuga á athugunar- og verslunarsvæðum í nálægum hverfum, svo sem á Brekkunni eða í þorpinu. En hér þurfum við að vanda okkur, að taka ekki rými sem henta vel til verslunar og þjónustu eða góðar skrifstofueiningar undir gistiþjónustu. Það er nefnilega ekki líklegt til árangurs að hrekja mannlíf og þjónustu á brott miðbænum. En hvernig gerum við slíkt? Í miðborg Reykjavíkur var settur kvóti á starfsemi veiting- og gistihúsa sem nú gengur nánast kaupum og sölum eða fólk reynir að koma sér undan með öðrum hætti. Þá leið tel ég ekki vera farsæla og teljum við í skipulagsráði ekki vera farsæla. Sú hugmynd sem við höfum verið að vinna að er að koma takmörkunum á breytingu rýma í miðbæ Akureyrar þannig að óheimilt verði að breyta rýmum í afmörkuðum hluta miðbæjarins í gistirými. En þó verður auðvitað áfram heimilt að byggja ný hús sem gistiheimili þó svo við takmörkum breytingar á áður skilgreindum skrifstofurýmum í gistirými. En þetta er allavega til skoðunar í tengslum við endurskoðun aðalskipulags og í rauninni verður svo umræða tekin öll í vinnslu aðalskipulagsins. Loks langar mig aðeins fjalla miðbæinn, lifandi miðbæ og opnun göngugötunnar. Á liðnum misserum höfum við verið að vinna reglum varðandi takmörkun og akandi umferð Hafnarstræti, norðan Kaupvangsstrætis að Ráðhústorgi og þar með eiginlegrar opnun göngugötunnar. Reglunar voru fyrst kynntar síðastliðið vor og tóku gildi það ár með fyrirheit endurskoðun að hausti. Í stuttumóli hljóðar regluna þannig að í júní og ágúst eiga að vera á göngugatana vera lokuð að lágmarki fyrir umferð lokuð fyrir umferð að lágmarki 50 daga til laugardaga milli 11 og 5 en síðan alla daga í júlí og milli 11 og 5. Enga formlega athugasemdir voru gerðar síðasta sumar en á opnum fundi sem við heldum nú í haust komu fram hugmyndir að heimila opnun hennar, að heimila það að víkja frá lokun göngugötunnar ef veðuraðstæður eru með þeim hætti að kalt eða vætutíð. Ef slíkar ástæður er nauðsynleg til að sátt skapist málið, þá er ég henni fylgjandi. Á sama fundi var eins rætt mikilvægt þess að bærinn dragi vagninn þegar kemur að miðbænum. Skipulag býr til umhverfi og aðstæður, en það er ekki sama sem merki milli þess að skapa fallegt torg og að það fyllist af iðandi mannlífi. Við sáum þá meðan Evrópukeppninni stóð hvað slíkir viðburðir geta verið mikið lyftistöng fyrir miðbæinn. Borðin sem voru á torginu og meðan viðburðurinn stóð voru einnig nýtt utan fótboltaleikina og í raun synd að þau hafa verið fjarlæg að keppni í lokinni. Jú, af hverju? Það vantaði fjármagn inn í miðbæinn. Fjármagn til þess að flytja borð eða fá að láni borð til þess að setja tímabundið yfir sumartímann. Eins sýndi það sig þegar þessi viðburður, þar að segja Evrópukeppnin var skipulagður, hvað bæjarkerfið var þunglamalegt og letjandi fyrir einkaframtak á þessu tagi. Kerfið þarf að vera skýrara og opnara fyrir almenna borgara hvernig hann á að bera sig að. Til þess að miðbærinn geti fylgst að lífi er nauðsynlegt að hlúum betur og ákveðna á honum en við gerum nú. Og ég stín fram tillögu sem kom einnig fram í verkefnahóp göngugötuna og miðbæinn að það verði skapa einhvers konar verkefni miðbæjarstjóra til að mynda inni hjá Akureyarstofu sem það fylgdi eitthvað fjármagn til ráðstöfunar inn í þetta verkefni. Hlutverk miðbæjarstjóra væri að hafa samskipti við almenning og samtök verslunareigenda, skapa einhvers konar samráðsvettvang þar sem málefni miðbæjarins væri til umræðu og ennfremur hafa umsjón með viðburðarstjórnun og almenn atriði er snerta frágang og skipulag og eftirfylgni með verkefni miðbæjarins. Núna í október eða nóvember var stefna svipað verkefni miðbæjar sett á laggirnar í Reykjavík og það er til dæmis bara áhugavert að skoða hvaða þróun er þar í gangi. En það er þessi samráðsvettvangur sem í rauninni manni fannst vera æpandi á þessum opna fundi sem við höfðum sem rekstraraðili miðbænum kölluðu eftir. Loks langar mig að fjalla stöðu byggingar og skipulagsmála. Fjöldi umfjöllunar á fundu skipulagsstjóra helst nokkuð í stað milli áranna 2015 og 2016
með þó örlítil fjölgun. Umfjallinu voru 464 á síðasta ári en 411 árunum þar undan. Umfjallinu á fundu skipulagsnefndar voru 601 árið 2016 með 454 árið 2015. Á árinu 2016 voru 10 íbúðar lóðum úthlutað samanber 13 árið undan. Það bil 35 einbýlishúsalóðir er nú í auglýsingu á Akureyri og 7 í Hrísey. Ein einbýlishúsalóð telst byggingarhæf en er ekki í auglýsingu og 24 lóðir hafa verið skipulagar í Hagahverfi og munu koma á markaðinn næstu árum. 2 raðhúsalóðir er núna í auglýsingu og teljast byggingarhæfar, 1 telst byggingarhæf en er ekki í auglýsingu. Og 8-13 raðhúsalóðir koma á markaðinn næstu árum með áframhaldandi þróun Hagahverfis. Og það fer raun og veru bara eftir hvernig útfærsla skipulagsins eða lóðirnar gera ráð fyrir mismunandi byggingarmagni og svona svolítið eftir behag umsækjanda. Tvær fjölbýlishúsalóðir er í dag auglýstar til úthlutunar, 1 telst byggingarhæf en hefur ekki verið auglýst, en töluverður fjöldi er í næstu áföngum Hagahverfis eða milli 11 til 18 lóðir. Einhverjar 14 atvinnuhúsalóðir er núna í auglýsingu sem byggingarhæfar, 4 til viðbótar með fyrirvara byggingarhæfi og 15 eru til skipular en hafa hvorki verið auglýstar né gerðar byggingarhæfar. 17 lóðir undir sumarhús eru auglýstar til úthlutunar í Hrísey. Engin lóð er laus til úthlutunar í Grímsey, enda er þar ekkert deiliskipulag í gildi. Verulega er farið að ganga á byggingarlóðir á Akureyri fyrir næstu ár og mikilvægt að vinnu við skipulagsverkin eins og Oddeyri, Melgerðisás og Holtahverfi verið hraðað eftir föngum. Í því samhengi verður að hafa í huga að skipulag þéttingarreita er umfangsmeira og oft tímafrekar en ferli og skipulag nýrra svæða við útjaða bæjarins og því þarf að horfa lengra inn í framtíðina ef við ætlum næstu árum að anna eftirspurn eftir byggingarlóðum fyrst og fremst innan þéttingarsvæða, líkt og drög að aðalskipulag kveða á Við vinnslu aðalskipulagsins verður að fara ítarlega ofan í framtíðar íbúðarþörf Akureyrar. Það er jafnframt að fara ítarlega ofan í framtíðar íbúðarþörf Akureyrar og ekki þá síst hvað tegundir íbúða og atvinnuhúsalóða samfélagið þarf hvað mest til að stuðla hér að áframhaldandi vexti. Þá þarf að horfa til fleiri þátta en náttúrulega fjölgun íbúða. Nýlega athugun sýnir að 10,4% íbúða á Akureyri er í eigu einstaklinga búsettra utan Akureyrar, félagasamtaka og fyrirtæki í ferðaþjónustu. Til samanburðar er sama hlutfall 7% á höfuðborgarsvæðinu. Og hérna þarf ég að setja sumarhús sem eru töluverð og orlofshúsin á Akureyri falla ekki undir skilgreiningu íbúðar með því að þetta hlutfall er enn hærra. Það að fólk, fyrirtæki og félagasamtök hafa áhuga á að eignast íbúðir á Akureyri sér til yndisauka virðist reynda fyrir suma að vera vandamál. Og umkvartanir heyrast eins og að viðkomandi íbúðareigendur greiði hvorki útsvarni taki þátt í innviðum samfélagsins. Stundum finnst mér eins og slík fjárfesting sé nánast óvelkomin að ekki þýða að byggja upp íbúðir í miðbænum því þær séu strax keyptar af fólki fyrir sunnan eða annar staðar frá sem notuð þar sem frístundahús. Ég velti hins vegar fyrir mig hvar við værum ef við hefðum ekki alla þessa fjárfestingu. Allar þær krónur sem nýttar hafi verið til viðhald hús og fegrunar í miðbænum, innbænum, Oddeyri og víðar, allar þær krónur sem fari í skíðasvæði, í veitingahús og verslanir hér innanbæjar og síðast en ekki síst allar þá jákvæðu umfjöllun sem fylgir því að hingað kemur fólk allsstaðar af til að njóta þess sem bærinn okkar býður upp á og fer ánægt heim. Þetta er að mínu viti öfundsvert lúxusvandamál sem við ættum frekar að líta á sem hlunnindi en böl og taka á með jákvæðu hugafæri. Ég ætla að láta hér staðanumið í ræðu minni en ef eitthvað er enn óljóst eða þið hafi einhverjar frekari spurningar um stöðu skipulagsmála þá verð ég til taks í umræðunum hér og eftir. Takk fyrir. Sigurður Ingvarsson, formaður skipulagsráðs, hefur lokið máli sínu og orðið er laust. Bæjarfulltrúi Sigurjón Jóhannesson hefur beðið um orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég þakka Tryggva, formanni skipulagsráðs, fyrir góða yfirferð stefnu og starfsáætlun ráðsins. Þar sem ég sit einnig í skipulagsráði þá kom ræða mér svo sem ekkert óvart. Ég get einnig tekið undir flest af því sem kom fram í henni, enda hefur vinna ráðsins verið lausnamiðuð og án mikils ágreinings. Það er bara mjög góð samvinna almennt.
Það hefði auðvitað verið hægt að koma inn á fleiri mál sem í vinnslu eða munu koma inn á næstu misserum. Og eflaust hefði ræðan geta verið mun lengri ef hann ætla að tæpa öllu. Það greinilega, eins og það heyrðu, mjög mikið að gerast í þessum málum og ég held að starfsmenn á skipulagsdeildinni verði varið við það. Það miklu meira álag á þeim, það bara ímyndakorðum, eða það var eitthvað að gera hérna strax eftir hrun þegar lítið gerðist í byggingarmálum, þá eitthvað að gera núna þegar allt fer á stað aftur. Við erum að leggja meginlínur í skipulagsmálum til næstu 12 ára núna þessar mundir með vinnu við aðalskipulagið sem eins og kom fram hjá Tryggva unnið megin vinnan fyrir fram hér innan hús undir forystu skipulagsstjóra, og það mjög mikilvægt að flestir, og ég tala sérstaklega bæjarfulltrúa á þessu stigi, að koma með athugasemdir og ábendingar og annað, því að lokum kemur þetta hingað inn til bæjarstjórna til loka samþykktar. Á seinni stigum mun þetta náttúrulega fara til kynningar og auglýsingar hérna í bænum, þannig að íbúar geti komið að málum og það er bara nauðsynlegt að sé sem mest kynning á þessu, þannig að íbúar hafi tök á því og verði varið það að sé verið að breyta og skipulagið sé í vinnslu, þannig að fólk geti komið að með sínar ábendingar og athugasemdir. Mig langar aðeins að gera umræðu vinnan við rammahluta aðalskipulags á Oddeyrynni og ég þekki nú til þess máls og við tekið þátt í þeirri vinnu líka ásamt Tryggva og fleirum. Það er miður að það tekið langa tíma að klára þessa vinnu og það kannski sýnir að þetta var ekki eins einfalt. Það er að mörg að hyggja þegar farið í svona stórt svæði þar sem er rótgróin íbúðabyggð, stórt atvinnusvæði með mjög stórum atvinnufyrirtækjum og allt hafnarsvæðið, meira og minna. Það er stærsti hluti hafnarsvæðis bæjarins. Þannig þegar var farið að vinna þessa vinnu þá var þetta miklu meira púsluspil að koma þessu saman á einhvern vitrænan hátt. En ég held að þetta sé ágætis niðurstaða þó að margir íbúar á svæðinu séu ekki sáttir og þau vilja sjá meiri breytingar. Þá held ég að þetta sé góður grunnur að frekari vinnu og í deiliskipulagsstiginu sem verður þá unnin í framhaldi, og ég held að það sé mjög áreiðandi eftir að þessi rammahluti verður samþykktur að við hendum okkur strax í að byrja á deiliskipulagsvinnunni og þá í eldri íbúðahverfinu eða þeim svæðum sem við teljum æskilegast að byrja á. Því að íbúarnir og eins atvinnustarfsemi kalla á að eitthvað gerist í innviða uppbyggingu og umhverfismálum til dæmis á svæðinu. Það, útfærsla varðandi það kemur ekki fram endanlega fyrir í deiliskipulagsvinnunni. Þannig að ég held að það sé mjög áráðandi að sú vinna hefjist bara fljótlega eftir að við samþykkjum eða þegar rammaskipulagið verði samþykkt hér í vor, sem væntanlega gerist í vor. Nú er stefnt að því að þétta byggð inn í eða við eldri íbúðahverfi og eins og formaður skipulagsráðs kom inn á þá er þetta líka mjög vandasamt og tímafrekt. Það er mun auðveldara að byggja upp í nýjum hverfum þar sem engin byggð er fyrir. Og þarna reynir miklu meira á kynningu og samvinnu við íbúana sem eru fyrir í hverfunum og þá atvinnustarfsemi sem er til staðar. Þannig að þetta er miklu meiri vinna út á við fyrir bæjaryfirvöld og starfsmenn skipulagsdeildar og skipulagsráð til þess að ná slíka góð sátt við þessi þéttingu, af því það er yfirleitt íbúar eru náttúrulega vanir því að það séu opin svæði og það séu svæðin hafa kannski verið svona óbreytt. Hverfin hafa verið svona mjög lengi, þannig að ef á að fara að breyta þeim og þetta, það kallar á mikla umræðu.
Ég vil svona verpa því fram og langar að spyrja Tryggva í framhaldi af þessu að þegar að kemur að kannski nánari útlistunum á byggingum og uppbyggingu á þéttingarsvæðum, hvort að við þurfum ekki að kalla eftir ítarlegri útlistun í deiliskipulagi á hvað við viljum gera. Það liggi þá betur fyrir hvað á að gera á þessu þéttingarsvæðum. Það sé ekki svona, það þannig að þeir sem sækju lóðir, það liggi bara þessi ljósara fyrir þeim til hvers ætlast að menn hvert er verið að stefna, eða þá að við gerum ítarlegri kröfur á þá aðeila sem sækju lóðir að þeir geri grein fyrir sínum hugmyndum, að þeir leggi vinnu í umsóknina með teikningum og hugmyndavinnu, en sækja ekki bara lóðina á þess að vera búin að fullmóta eða allavega komið langt með að móta hvaða hugmyndir þeir hafa við uppbyggingu. Þetta krefst kannski breytingar á úthlutunarreglunum, en ég held og tel að mörg sveitarfélög farið þessa leið að vera með svona auglýsa frekar eftir hugmyndum hvernig byggingaraðilar vilja byggja inn á þéttingarsvæðum, heldur en að auglýsa lóðirnar bara lausar til umsóknar án mikilla kvaða. Þó vissulega alltaf kvaðir í deiliskipulaginu hvað á að gera. Aðeins að koma á nokkur mál hérna til viðbótar sem kannski kom ekki fram í ræðunni, en eru mál sem þarf að ræða og verða rædd á næstunni hér í bæjarstjórn sem og í skipulagsráði. Samgöngumiðstöðin inn á deiliskipulagi miðbæjarins og mér skilst að sé vinnuhópur að vinna í að kanna hvernig best er að koma henni fyrir eða hugsanlega að huga annarri staðsetningu. Það væri gaman að frétta hvort eitthvað sé að gerast í því. Síðan eru nokkur stór mál í vinnslu sem varðar Eyjafjörðinn allan og okkur ekki síst, til dæmis flutningsleiðir fyrir raforku sem við höfum nú rætt í skipulagsráði og eru reyndar að hluta til komin í mat hjá Landsneti, eða þeir eru að auglýsa matskýrslu eða áætlun að mat, hvernig þeir ætla að framkvæma matið, umhverfismatið hér með línu austurum. Þessar línur koma náttúrulega að Rangavöllum, bæði að austan og vestan, og Rangavöllum hérna fyrir ofan bæinn okkar. Og við mörkum náttúrulega lagna leiðir innan okkar bæjarlands og höfum lagt ríka áherslu á öryggismál varðandi aðflug að Akureyrarflugvelli. Síðan er annað mál hér sem kannski lengra inn í framtíðinni, það er hafnarmálin, þar sem það hefur rætt undanfarin ár uppbyggingu á Dysnesi sem framtíðar stórskipahöfn við Eyjafjörð. Dysnes er í Hörgársveit og heyrir ekki undir okkur. En þetta getur haft verulega áhrif á okkar sýn á skipalag, til dæmis á Oddeyrinni og í kringum höfnina. Og þetta kemur náttúrulega inn á þau mál sem við höfum verið að vinna í, eins og Oddeyraskipulagið og aðalskipulagið. Og það er nú spurning hvort að, kannski ef að Tryggvi formaður hefðir til að segja eitthvað meira þetta, hvort að sína skoðun eða hugmyndir, hvort að við ættum að kalla eftir frekari samvinnu, hvort að innan svæðisskipulagsnefndarinnar eða þá beint við þessi nágrannasveitarfélög okkar. Varðandi þessar framtíðarsýn. Kannski er þetta orðið, kannski er þetta full snemmt að fara að ræða þetta, en ég held samt að það sem betra að ræða þetta en ræða þetta ekki. Af því að við heyrum fréttir af því að skipafélögin sé að stækka flutningsskipin, þau þurfi meira lengri viðlögukant, þurfi jafnvel krana í landi til þess að lesta og losa, og það myndi breyta miklu í hafnaraðstöðunni hér ef að slíkt kæmi
ef slíkt gerðist. Margt annað var nú hérna og ég held að fleiri komur eflaust upp með að ræða. Þannig ég ætla að láta þessu lokið í bili. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Sigurjón Jóhannesson hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Preben Jón Pétursson. Forseti, bæjarfulltrúar, ég vil þakka formanni skipulagsráðs fyrir fína ræðu og ágætis sýn á hvað framundan er. Ég geri mig alveg grein fyrir því að þetta er ekki tæmandi, svo bæjarfulltrúi Sigurjón kemur inn á og það er ýmislegt í deilunni. En sannarlega mörg spennandi verkefni í gangi núna á næstunni. Og mjög mikilvægt að vel tekist til og ég veit ekki annað og hef ekki fundið annað en að skipulagsráð sé að vanda sig, taka tillit til hinna ótrúlegustu þátta í þessum málum og sérstaklega ef við kemur á Oddeyrinni, það er sjálfsagt eitt mest spennandi verkefni sem er á svona næstu grösum og gríðarlega mikilvægt að þar takist vel til. Ég er líka mjög ánægður með þau verkefni sem er í gangi innan skipulagsdeildar og núna innan bæjarins þéttingu byggðar. Mjög hlyntur því og gaman að tala stækkun eða hækkun á húsum eða blokkum í Skarðshlíðinni. Þetta hefur maður lengi heyrt umræðum til að koma lyftum í þau hús. Og ég held að það geti orðið mikið gæfuspor að gera það, bæði hvað var þetta endurnýjun í þessari götu, skólahverfi í Glerárskóla, við finnum alveg fyrir þar er rými ennþá fyrir börnin og annað. Ég vil samt koma inn á eitt mál þegar ég fer að hugsa svona tilbaka, undangengna mánuði hjá skipulagsráði og það er þannig bæjarfulltrúi Sigurjón, það kom ekki öll mál inn í bæjarstjórn. Í miður. En það er ótrúlegt mál sem koma inn í bæjarstjórn. Ótrúlegt mál sem í bæjarstjórn eru að taka ákvörðun sem skipulagsráð er að senda til okkar til samþykktar, stækkun á Sólskála, stækkun á einum af þessum bílskúrum, aðeins fara út fyrir byggingareit inn í íbúðahverfum sem er raun og veru mínum mati skipulagsráði fullfært að taka og meta hvort það þurfi fyrir bæjarstjórn eða ekki. Þetta eru svona minni háttar mál. Svo er annað mál sem ég langar að spyrja formann skipulagsráðs hvort aldrei hafi komið til greina að senda í bæjarstjórn. Ég er búinn að lesa núna varðandi Drottningarbrautarreitin. Í deiluskipulaginu fyrir Drottningarbrautarreit er mjög ítarlegt deiluskipulag fyrir Drottningarbrautarreit. Það eru eitthvað 30 blaðsíður sem var farið í gegnum á síðasta kjörtímabili og gefið út 14. mars 2012 eftir mikla vinnu. Mjög viðkvæmt svæði. Og ég veit að það var mikið tekist á þetta og það vanda verulega til verks í þessu. Rauði þráðurinn í gegnum þetta, þegar ég er að lesa þetta, það er svo sem eftir hvað glerum maður tekur upp, í gegnum þetta deiluskipulag, er verndun og yfirbragð götunnar og svæðisins. Það er að næstu okkur í einustu blaðsíðu komið inn á það að við skulum vernda núverandi húsamynd og að meiri svo komið inn á að hvernig skulum byggja önnur hús á óbyggðar lóðir hana til að styrkja núverandi húsamynd. Svo getur kannski mörgum fundist að þetta sé bara eitthvað tilfinningamál. En það er alveg klárt að núverandi húsamynd og húsaröðin þarna í Hafnarstræti sem á að taka tillit til, það er það sem einkennir þá húsaröð, eru kvistar og með skásettu þaki. Krosspóstar, hús í svona gömlu anda, 3 hæðum,
en allir með kvista og skásetta kvista. Það eru krosspóstar í öllum gluggum þarna, fleiri en einn. Af allir þú finnir í glugga nema hugsanlega sem snýr að miðbænum á bautónum, þar sem eru svona öxtungið. Annars er þetta allt saman krosspóstar. Fyrir skipulagsnefnd og fyrir íbúum og íbúafundi var kynnt hugmynd af nýrri byggð þarna, þar sem lögðu fram og held ég svari með rétt mál fyrir hönd kollgátu, lögðu fram hugmyndir af byggingum hana. Það sem var sýnda myndir að hvernig íbúabyggingum myndi hugsanlega líta út með skásettu kvistum, eða svona hallandi þakki á öllum kvistum. Óskuðu eftir deiliskipulagsbreytingum varðandi bílakjallara, að meira sem tekið fram í deiliskipulaginu hér að það megi ekki vera svalagangar. Þeir óskuðu eftir smá deiliskipulagsbreytingu til að fá örlitla svalaganga til að fjölga íbúðum. Ég var með því að samþykkja það. Fannst það svo sem minniháttar. Það farið svo ítalið, það með þess að bönnuð ákveðin gerð af þökum. Almannaþak er bannað. Í skipulagsnefnd í maí er svo gefið út framkvæmdaleyfi. Þar sem bæði kemur út töluvert annað útlit á húsinu heldur en var kynnt á íbúafundi í janúar. Stingur í stúf við núverandi götumynd sem er klárt í deiliskipulaginu hvernig eigi að vera. Skuli taka mið og styrkja núverandi götumynd. Þarna vil ég meina að sé mjög stór deiliskipulagsbreyting. Því við erum að tala útlit og það er gert mjög mikið úr útliti húsana í deiliskipulaginu. Af hverju kom það ekki til álita skipulagsráðs að senda það í bæjarstjórn? Og bæjarfulltrúar eru þá bara ábyrgir fyrir þessari byggingu, sem ég meina meiri hlutin sé ábyrgur fyrir að bygging og framkvæmt þessara húsa sem er í dag. Ég er hlynntur byggingu á svæðinu, ég vil bara taka það fram. Ég er jákvæður þessari byggingu skuli svæðinu, en ég líka vil meina það skuli vanda vel til verka. Þarna eigi að vera sómi bæjarins. Það við erum að byggja, þetta er mjög viðkvæmt svæði. Ég sá nú á netinu núna bara í gær eða dag, ég man ekki hvað ég sá. Þar sem Reykjavíkurborg var að samþykkja stúdentagarða, ódýra íbúðir fyrir stúdenta. Það sem var að byggja þá að halda kostnaðanum í lágmarki. Þannig að þetta er útlit og byggingar og koma eins mörgum íbúðum hérna fyrir eins lítið fjármagn hægtir. Byggja svona ódýra íbúðir. Þetta er næstu copy-paste af þeim íbúðum sem við erum að byggja núna Drangagötubrautinni í okkur. Þarna getum við gert betur. Við erum að sjá fullt af byggingum vera að byggja út allan bæ, og í öllum byggðum, þar sem við vera að vanda sérstaklega til verka, vera að byggja gömul útlínandi hús. Af því við viljum hafa innbæinn, hann hefur sjarma. Við erum að búa til sviðsmynd. Við erum á íbúðamarkaði, við erum á markaði til þess að markaðssetja okkur gagnvart túristum, gagnvart ferðamenn, eða sem er náttúrulega samir þátturinn. En gagnvart bara, við viljum hafa bæjarmyndina ákveðin, svip, þannig að fólk komi í bæinn, skoði og verið stolt á. Ég er stoltur af því að hafa flottan bæ og við erum að vanda okkur. Ég vona að það takist vel til, ég vona að ég verið sáttur við útlit á þessum húsum, ég er ekki viss hvað þess að hægt að snúa við, en ég skora á skipulagsráð, hvort hægt sé afturkalla framkvæmdaleyfið og taka mið af núverandi húsaröð og húsagötumynd sem núna er í gangi. Því það er klárlega ekki verið að gera það. Það er að sýna fram á það með mjög góðum myndum. Það er ekki að labba og skoða bara hvernig lítur þetta út núna, hvernig kemur þetta tíma lítið út. Það kemur skýrt fram að það á ég að gera það hér. Það er ekki verið að gera það. Er það hægt? Er það seint? Erum við ekki skaðabótaskyld? Það er bara búið að steypa upp nokkra veggi þarna. Það er ekki búið að endalega setja gluggan í. Það er engin örlitli krosspostar á stóru svölunum sem eru þarna. Annars er þetta allt svona langpostar. Og ég ætla ekki að segja hvort það sé eitthvað ljótt eða fallegt. En það er ekki í samræmi við hinn húsin.
alls ekki. Þetta finnst mér án vafa hefði átt að koma fyrir bæjarstjórn. Þetta töluverð deiliskipulagsbreyting út af því að þetta tekið skýrt fram hvað skuli taka mið af, og þetta töluverð ábyrgðarhluti bæjarfulltrúa að leyfa svona byggingar á það svæði sem eins viðkvæmt þetta er. Annars ætla ég ekki að mál mitt lengra þessunni. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Brynjólfur Pétursson hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Eva Hrund. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil byrja á því að þakka Tryggva formanni skipulagsráðs fyrir greinargóða yfirferð. Margt gott sem kemur þar fram og mjög ánægjulegt með áherslu á þéttingu byggðar. En ég vil hér enn og aftur minna á það að þegar við erum að þétta byggð að þá þurfum við að gera ráð fyrir snjólosunarsvæði. Og ég þreytist ekki á að segja þetta en mér finnst þetta víða að vera ábótavant hér bæinn. Þannig að þegar við erum í þessari vinnu að passa upp á það. Ég hef svolítið tekið eftir í undanfarið að það er kvarta undan að lóðaframboð sé lítið og Tryggvi kemur inn á það í sínu erindi. Þannig að ég held að við þurfum bara að fara að leggja það verkefni, setja það í forgang hjá okkur því að sú staða má ekki koma upp að við séum ekki veita aðgang á lóðum. Í erindi Tryggva þá kemur hann inn á að nokkur áhugi hafi verið á byggingareitum sem skipulagi afmarkar við Skipagötu og þá Glerárgötu. Það var hins vegar tekin svo afstaða á meðan framkvæmdir eru á Drottningarbrautar væri óforsvaranlegt að taka fleiri svæði til uppbyggingar. Alveg sammála því og bílastæðavandinn er komin að þolmörkum. En það er líka annað atriði sem að stoppar okkur í því. Þessum reit og það er Glerárgatan. Og það er þá ekki einungis að breyta henni í að hún verði einbreið, heldur líka það að það þarf að færa Glerárgötuna. Og ég viðurkenni það þegar ég byrjaði hér í bæjarpólitíkinni og umræðum aðra Glerárgötuna að þá hefði ég ekki gert mig grein fyrir því að það þyrfti að færa götuna vegna miðbæjarskipulagsins. Og því fylgir mikil kostnaður, þannig að mér langar kannski að nefna fleiri mál sem tengjast miðbænum sem kannski ýtir undir það, eða mér langar bara að óska eftir því við meirihlutann, hvort við getum bara sest niður og fundað og farið bara yfir heildarskipulagið aftur. Það er samgöngumiðstöðin, hvar á hún að vera, íþróttavöllurinn, hvernig ætlum við að hafa hann? Síðan náttúrulega Glerárgatan, þannig að það eru mjög þetta er stórt svæði og stór mál, tala nú ekki við óskum hér eftir að það er farið í það að skoða varðandi bílastæðahús. Ég hefði viljað setja það verkefni líka í forgang því að það skiptir mjög miklu máli hvar á það að vera staðsett. Þannig að heildarmyndin er ennþá mjög óljóst, þannig að þetta er einmitt mál sem mér finnst að þurfa að ríkja svolítið pólitísk sátt Þannig að mér langar að biðla til meirihlutans að við gefum okkur tíma að setjast niður og ræða þessi mál. Ég meina annað atriði það átt að gera tilraun með Glerárgötuna. Er hætt við það eða á að gera það? Hvernig er staðan á því? Við óskum eftir að það er bæði gert yfir sumar og vetur. Þannig að mér finnst þetta mjög stór mál sem að við ættum að setjast niður og ræða betur Ég er rosalega ánægð með að það sé komin rammi utan opnanir og lokanir á Kaupangsstræti og Göngugötunni. Bara gríðarlega mikilvægt, maður fann að það var komið mikill pirringur hjá bæjarbúum vegna þessara mála og nú er þetta bara öllum ljóst hvernig verður háttað og ég var mjög ánægð og þakklátt fyrir það að Haldimar fundur hér í haust með bæjarbúum þannig að það gátu allir mætt og sagt sína skoðanir og það kom mér á óvart hvað ríkti mikil sátt. Auðvitað voru einhverja óánægðir en það voru ekki háværar og mér sýnist með þeim breytingum sem hafi verið gerðar að þeim röddum hafi verið svarað. Þannig að ég er bara mjög ánægð með það.
Ég saknaði þess að Tryggvi hafi ekki komið inn á raforkumálin en bæjarfulltrúi Sigurjón minntist á það því að í sinni ræðu. En mér finnst bara gríðarlega mikilvægt að skipulagsvinnan okkar hérna á Akureyri muni ekki tefja framvindu vinnunar við það að koma raforku hér inn á svæðið. Við erum alltaf að tala fyrir mikilvægi þess að raforka komi inn á svæðið, þannig að við megum alls ekki, það má alls ekki stoppa þá á okkur, þannig að við þurfum að vera tilbúin hér heima fyrir. Í lokin langar mér bara að hrósa formanni skipulagsráðs og skipulagsstjóra, hvað þeir hafa verið duglegir að halda opna fundi. Auðvitað eru þeir misvel sóttir en mér finnst það afar jákvætt að þeir séu þó allan til staðar og bæjarbúar geti þá komið og kynnt sér málin og sagt sínar skoðanir. Bæjarfulltrúi Eva Hrund hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls Sóley Björk Stefánsdóttir bæjarfulltrúi. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég byrjaði að þakka formanni skipulagsráðs fyrir mjög góða kynningu og það bara mjög góðar útskýringar á nokkrum málum og bara mjög jákvætt og ég ætla bara að taka upp þráðinn þar sem að bæjarfulltrúi Eva sleppti honum og einmitt hrósa fyrir gott samráð og ég get bara sagt fyrir mig að ég hef skipulagsráð hefur mjög góða ímynd í mínum huga sem bara lausnamiðaður hópur fólk sem virkilega að gera sitt besta í góðu samráði við hagsmunaaðila sem eru þá byggingaverktakar og eigendur húsa og almenningur. En það sem að ég vil aðeins tala og það svolítið þetta mál sem að bæjarfulltrúi Preben er að taka upp varðandi Drottningarbrautarreitinn og það nefnilega þannig að ég sat í skipulagsnefnd þegar að var verið á síðasta kjörtímabili að deili skipuleggja þennan reit og það var mikið lagt í þetta voru mjög miklar umræður í skipulagsráði þá, mjög miklar. Og það var tekist á í raun og veru hvernig ætti að útfæra orðalag og af því að það var í raun og veru held ég allavega upplýði ég ekki þannig að veri beint tekist á hvað við vildum á reitnum. Við vildum fallegan reit, við vildum falleg hús, þarna væri andlit bæjarins þegar maður kemur inn í bæinn austan frá austan frá og sunnan að þá þetta andlit bæjarins. Hverfið þarna bara eiginlega gimsteinn Akureyrarbæjar, það þessi gömlu hús þarna í innbænum og það var alveg sátt það í þessari skipulagsnefnd að þetta væri bara ótrúlega mikilvægt svæði og viðkvæmt svæði. Það sem var tekist á var hvernig við ætluðum að fá þetta fram og þar voru skipta skoðanir það hvort við áttum að setja inn í deiliskipulagslýsinguna alls konar atriði hvað mætti og mætti ekki. Eitthvað af því fór inn eins og bæjarfulltrúi Preben sagði með hallandi þök á kvistum, held ég hann hafi talað Annað, eiginlega lendingin varð svo, og ég ætla bara að segja því ég var svo sem vildi, allavega eina þeir sem vildi standa mjög stíft á einhverju skilmálum. En fékk þær ábendingar meðal annars frá þáverandi skipulagsstjóra að það væri dálítið flókið því að það væri alltaf svolítið auðvelt bara að fara fram hjá hlutunum ef það dregið upp í texta hvað má og hvað má ekki þá sé raunveru tiltölulega auðvelt að fara fram hjá því með alls konar sveigum og beygjum. Svo ég sættist á það að við myndum hafa þetta opið en í staðinn þá væri skilmálar það að skipulagsnefnd hefði algjörlega frjálsar hendur til þess að hafna hvaða hugmyndum sem án þess í raun og veru að þurfa að rökstyðja. Það væri bara, og þetta yrði í höndum á skipulagsnefnd, þeirri skipulagsnefnd sem og því fólki sem þar sæti þegar að uppbyggingunni kæmi, að passa að
þarna yrði gert það sem við vildum láta gera. Og þarna óttast ég að það hafi klikkað. Og ég ætla bara að segja, ég ger mig fulla grein fyrir því að með sko á annan bóginn er ég hrósa fólki fyrir að vera í samráði og sveigjanlegt og lausnamiðað, þú veist, og svo vil ég bara standi bara stíft á því sem að var ákveðið þegar ég var í þessari nefnd. Ég bara ger mig fulla grein fyrir því að gera rosa mikla kröfur á þetta fólk. En við verðum að gera okkur grein fyrir því hvaða reitir eru sko viðkvæmastir, og þetta er einn af mínum að til viðkvæmustu reitunum í bænum, og það bara að mínum að þá bara mátti ekkert klikka þarna, og ég veit ekki, ég tek undir með bæjarfulltrúa Preben, eitthvað sem við þurfum að gera til þess að svona mál sko, þegar einhver svona að mínum að líka smáatriður að koma inn á borð til okkar í bæjarstjórn, og það sjaldnast sem við segjum nokkuð einasta orði yfir þeim hlutum, þetta eitthvað sem þetta eru bara algjör smáatriði, að þá eru svona, og svo vil ég rifja upp líka með Bránshús, þessi atriði fara fram hjá okkur, og þetta bara ekki nógu gott. Við finnst bara við verðum að vera rosalega meðvituð einmitt og hugsa það líka, eins og ég taldi upp áðan, að það eru hagsmuna aðilar. Það eru þetta íbúar í hverfunum, það eru þeir sem ætla að byggja og það eru almennir íbúar líka, og við verðum að muna sko, fyrir hvað við stöndum. Við náttúrulega stöndum fyrir hagsmuni almennings, fyrst og fremst. Við erum náttúrulega kosin til þess að þjóna hagsmunum bæjarbúa í sem víðustu samhengi. Og og ég ætla ekki að blammera meiri hlutan fyrir að hafa klikka á þessu, vegna þess að það voru þetta var nú samþykkt í svona nokkurn veginn sátt held í skipulagsnefndinni, nema að fulltrúi Bjartar framtíðar bókaði gegn því að samþykkja þetta framkvæmdaleyfi, en einhvern veginn þá var það ekki einu svona nóg til þess að, og ég held bara að við þurfum að gera einhverja breytingar í okkar skipulagi, sem sagt okkar verklagi, þannig að það sé bara sjálfkrafa þannig að þessi viðkvæmustu reitir, að breytingar, svona breytingar fari bara ekki fram hjá okkur, af því við, sko, fólki í skipulagsnefnd, sem situr í skipulagsnefnd, það hefur kannski, sko, ég held að við sem sitjum í bæjarstjórn, við höfum aðeins öðru í sig svona sjónarhorn á skipulagsmálin, vegna þess að við auðvitað, sko, við erum svona kannski meira sýnileg og fólk talar rosa mikið við okkur, alls konar fólk, ekki bara fólk sem að pæla í þessu eða þessu skipulagi sem hefur þá kannski beint samband við skipulagsnefnd, þannig að við erum að fá aðeins öðru sér sjónarhorn á málin og það held ég bara að sé ótrúlega mikilvægt, á þess að ég vilji vera sko allt of stjórnsöm eða allt of ráðrík, að við séum bara með sem flesta hausa í þessum málum þar sem að koma þessir viðkvæmu reitir. Og ég bara tek undir með bæjarfulltrúa Preben að ef það er eitthvað sem við mögulega getum gert til þess að leiðrétta þetta sem ég held að séu mistök, og þá ættum við að gera það. Ef það er ekkert sem við getum gert, þá verðum við bara að krossa fingur og vona að þetta komi vel út. En ég tek fullkomlega undir þessar áhyggjur að kvistarnir á þessum tekníkum sem lágu til grundvallar í framkvæmdaleyfinu eru ekki það sem var kynnt og eru ekki í samræmi við byggðina fyrir, og sama með gluggana og bæði póstana í gluggunum og líka umgjörðina utan gluggana, þetta er ekki stíl við það sem að fyrir er, og ég get alveg sagt bara að ég er bara alveg með í maganum yfir þessu, og ég er búin að velta í fyrir mér nú í nokkra vikur einhvern veginn frá því að ég svona áttaði mig á því hvað var að gerast þarna, og ég get alveg tekið það á mig að hafa ekki fattað það fyrr, að af hverju, þú veist, af hverju einhvern veginn var ég ekki bara að lesa þessar tekníkar eitthvað betur, og en ég vil bara, ef það er eitthvað sem við getum gert til þess að breyta þessu, þá ættum við að gera það. Og ég vil líka taka undir með bæjarfulltrúa Evu, men ég held að við ættum að gefa okkur einmitt góðan tíma til að ræða þessi mál sem að tilheyra miðbæjarskipulaginu, eins og hvað við ætlum að gera við Akureyrarvöll, hvar við ætlum að hafa samgöngumiðstöðina,
hvernig við sjáum hana fyrir okkur og svona þessi stóru mál, þetta bara þannig að skipulagsmálin eru svo erfið, ég meina við erum bara öll þú veist, það er fæst af okkur eru arkitektar eða tækniteknarar eða smiðir eða fólk sem hefur þetta smiðsauga fyrir teikningum og svona, og við erum bara öll að gera okkar besta og eftir því sem við líkjum betur yfir hlutunum, því bara líklegri erum við til þess að gera góða hluti og forðast slys, vegna þess að því að svo nefnilega líka þetta, öll þessi skipulög sem eru bara í umræðinu og eru í vinnslu og eru í ferli, og eins og ég var að lýsa hérna áðan að þegar ég satt í skipulagsnefnd og svo þá gerir maður eitthvað og svo bara komin allt önnur skipulagsnefnd, allt annað fólk, og það er veikleikin í kerfin okkar. Það er veikleikin í kerfin okkar að við erum alltaf það er alltaf að koma nýjar og einhver tíman og það bara hlýtur alltaf að gerast að einhver tíman kemur einhver svona brestur í varnarmúrin og þá kemur einhver og nýtir sér tækifærið. Þetta er nú ekki kannski eins og verktakar séu mestu illmennisögunar, það er ekki þannig sem ég er að hugsa þetta, en auðvitað það fólk sem er að vinna sínum hagsmunum og reyna að fá hlutina fram, og það er alveg flókið að þurfa alltaf að vera að passa að ekkert gerist, og þetta eru bara hagsmunamál, við erum bara átt okkur því hvaða hagsmunir ráða ferðinni hjá hverju. Mér finnst áhugaverð þessar pælingar varðandi litlar íbúðir, þar sem formaður var að tala að nú væri mikið beðið að fá að minnka og fjölga íbúðunum og ég tek undir að það er alveg varhugavert að kannski beygja sig og sveigja of mikið eftir því, en á sama tíma þá þarf kannski að átta sig á því trendi sem að ég hef allavega persónulega sannfæringu fyrir að sé komið til að vera, það er að fólk sé að leita eftir hagkvæmara húsnæði, minna og ódýrara, þannig að höfum það í huga líka þess að þó að fara alveg einhverja kollhnísi og einmitt að byggja bara litlar íbúðir. Þannig ég treysti nú bara á skipulagsnefnd í þessu og að það verði farin einhver góður millivegur því. Og svo langaði með að tala um Hafnarstrætið. Mér finnst þetta algjör vandræðagata sem bara þjónar á engan hátt tilgangi sínu sem vistgata. Vegna þess að þetta er vistgata og ég segi mjög skemmtilegt sem að bæjarstjóri sagði einu sinni við mig, hann sagði, veistu það, alltaf ég labba þessa götu, ég vona ég megi segja þetta ykkur, alltaf ég labba, þá leik ég mér að því að labba bara út á miðri götu, af því ég má það, þetta er vistgata og gangandi vegfarendur eiga, ég veit ekki hvort þú segir alltaf, en það er nefnilega það að þetta er vistgata og gangandi umferð, hjólandi og eiga allan rétt þarna, en það er enginn að hægða sér eftir því nema bæjarstjórinn, vel gert, að þetta er bara bílagata, í hugum held í allra er þetta bara bílagata og það er nánast ómögulegt að fara þarna á hjólastólum eða hjólum eða með barnavagna og við bara verðum að fara að laga þetta eitthvað, þetta bara gengur ekki upp svona finnst mér, þó að þessi auðvitað mjög gott og þessar lokunarreglur ég mjög sátt við þær og þær eru vel unnar og í góðu samtali, að ég segi bara, ættum við ekki bara allavegna að ekki hafa bílastæði í þessari götu, nema kannski þá bara fyrir fatlaða, en ég veit að núna það er allir að óttast bílastæðaskortinn og ég held meira að þó bílastæði sé engin áhugamál hjá mér, þá kannski tek ég undir að það er gott að fara að skoða hvernig við ætlum að leysa það og hvort við ætlum að byggja eitthvað bílastæðahús sem ég held að sé bara mjög sniðugt. Og en ég ætlaði bara svona leggja það inn í umræðuna Hafnarstræti að hugsanlega ættum við bara ekki að hafa bílastæði vegna þess að það myndi minnka umferðina held ég að því við auðvitað ferum að þarna að leita stæðum við erum ekkert þannig gerða að vilja helst bara leggja nálægt og ég held að þetta myndi minnka umferðina og svo myndi auðvitað gefa gangandi umferð og hjólandi og alls konar hjólum betra pláss, þannig að þú punktar þetta hjá þér, trúi. Takk. Bæjarfulltrúi Sóley Björk hefur lokið máli sínu, næst tekur til máls Guðmundur Baldur Guðmundsson, bæjarfulltrúi. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Byrja bara að taka líkt og aðrir undir þar þakkir til Tryggva formanns skipulagsráðs sem hefur fór ákaflega vel yfir málefni ráðsins.
hann mun væntanlega svara fyrir þetta sem að bæjarfulltrúi Preben og síðan bæjarfulltrúi Sóli töluðu Þetta náttúrulega, ég get alveg tekið undir það að auðvitað verðum að læra af þessu. Þetta náttúrulega, það sem ég kannski vekur furðu mína kannski að það þá bókað við þetta á þessum tíma í minnihlutanum að þá bæjarfulltrúi þess flokks skyldi þá ekki grípa þetta mál og koma þetta inn í bæjarstjórn, þannig að við getum rætt þetta fyrr í ferlinu. Þetta náttúrulega til langt síðan þetta framkvæmdaleyfi var samþykkt. Þannig að ég svona pína að velta því fyrir hvar í rauninni, hvernig við hefum getað gripið inn í þetta fyrr. En kannski kemur þetta því sem við þurfum líka að velta fyrir okkur og það svona umræða sem við höfum átt hérna bæði bara störf bæjarfulltrúa að það svona, og tengsl þeirra við nefndir. Og bæjarfulltrúi Sóli kom inn á það vantaði kannski samfellu í ráðin og það líka kannski sem ég hef áhyggjur af líka, það þá tengslin inn í bæjarstjórn. Þannig að þegar svona mál kom upp og þegar svona mál umræðu að það sem sagt í raun komi þá eigi betri aðgangin í bæjarstjórn. En það sem ég skildist á þessu á sínum tíma, það var algjör samstaða í nefndinni, eða ráði, þetta er nefnd þána, þetta er ráði í dag, þessa afgreiðslu. Þannig að, en Tryggvi mun alveg klálega svara betur fyrir þetta en ég ætla ekki að fara að minna í þetta. Mér langaði bara aðeins að koma þetta upp vegna þess að bæjarfulltrúi Eva Hrund talaði ýmis mál og sagði eins og hún, sjálfstæðismenn var að finna upp hjólið eða vildu koma ykkur áleiðis, en ég vildi bara koma því áleiðis fyrir þeir sem að hlusta að við erum þegar búin að boða fund með bæjarfulltrúum samgönguvísitölur. Þannig að það sé ljóst að það sé ekki gert af kröfur sjálfstæðismanna. Við erum þegar búin og hann verður haldið 13. þar sem allir bæjarfulltrúar koma að ásamt skipulagsstjóra og formanni skipulagsnefndar, þar sem við setjumst yfir þetta mál og reynum að átta okkur á stöðunni í samgönguvísitölunni. Það búið að gera þarfagreiningu á stöðu samgöngumiðstöðinni hérna við Ráðhúsið og við þurfum bara að setjast niður og velta fyrir okkur hvað við ætlum að gera og við ætlum að gera það í samvinnu vegna þess að akkúrat eins og bæjarfulltrúi Eva kom inn á þá þetta ekkert, við erum ekki að byggja til eins árs, þetta er byggt til framtíðar og við þurfum að vera svolítið samstigi í þessu. Eins það líka sem að bæjarfulltrúi Eva kom inn á og bæjarfulltrúi Sóli vildi taka undir varðandi að greina næstu skref í varðandi miðbæinn. Það er akkúrat það sem bæjarfulltrúi, formaður skipulagsráðs kom inn á í ræðu sinni og ég veit ekki betur en það sé búið að setja á dagskrá skipulagsráðs á morgun það sem á að skipa, að þeir ætla að samþykkja það að formaður skipulagsráðs og skipulagsstjóri taki akkúrat það sama sem hann var að segja frá, það er að segja greina stöðuna, greina næstu skref. Það er alveg ljóst að við höfum alltaf talað fyrir því að það er ekki hægt að setja alla miðbæinn undir í byggingar á sama tíma og þess vegna þurfa að gera þetta í skrefum. Og það er alveg ljóst líka þá út frá því að við erum ekkert að fara að byggja á miðbæreitnum þarna sem að þurfum þá að hafa í huga að þrengja glergötuna. Það er náttúrulega ekki að gerast á þessu ári eða næsta ári. Það er náttúrulega lengri tíma framkvæmt. Þannig að þetta er akkúrat það sem og við höfum kallað eftir í miðlutunum og Tryggvi núna að fara á staðinn í skipulagsnefnd. Það er akkúrat að reyna tímasetja þetta, átta okkur á þessu á hvaða tíma ás erum við að fara í þetta. Vegna þess að þetta eru mikla framkvæmdir sem við þurfum að fara í varðandi gleragötuna í tengslu þessar framkvæmdir. Þannig að þetta er svona við erum að teikna þetta upp og eins og Tryggvi formaður kom inn á þá mun þetta liggja fyrir þetta í vor, var hann að segja, og það er akkúrat þá sem við munum þá taka þessa greiningu og ræða þetta innan bæjarstjórnar. Ég held að það sé mjög mikilvægt vegna þess að við erum náttúrulega að horfa til framtíðar og við erum farin að tala núna um framkvæmdir sem verða ekki á þessu kjörtímabili. Þannig að menn þurfa svona kannski þá líka að velta þessu hvernig við erum að sjá næstu árin fyrir okkur. Þannig ég held að við séum nú alveg á réttri línu með þetta að bregðast við þessu og það er ekki tilkomið sérstaklega vegna þrýstings sjálfstæðismanna sem þeir kannski stundum á tilliti og stæri sig fyrir. Við erum bara búin að ákveða þetta sjálf. Meirihlutinn hefur verið að vinna þetta og við erum búin að ákveða þetta auðvitað eftir samtöl hérna innan hópsins. En bara þannig að það komi fram að við erum ekki að fara að setja þessar viðræður í gang af því að það kom fram hér í ræðunni áðan. Varðandi tilraunir gleragötu, það er rétt að það er ekki inn í fjárhagsáætlun fyrir árið 2017 en við vorum að ræða það bara í meirihlutanum daginn að við þurfum að taka afstöðu og ég held að við séum bara þá líka að gera það inn í hópnum hérna þessari bæjarstjórninni að við þurfum að taka afstöðu til þess þannig að það þarf þá samþykkja viðauka bæði í bæjarráði og síðan bæjarstjórn. Það kostar pening en ég held að við verðum samt sem og ég held að muni styrkja okkur líka að gera þetta á þessu ári einfaldlega til þess í raun að geta þá haft þessar upplýsingar vegna þess að þetta getur hugsanlega aftur orðið kosningamál. Ég sagði það nú fyrir kosningar 2014 að þetta er örugglega kosningamál 2018 líka þar að segja þrenging glergötunnar en þá kannski erum við með betri upplýsingar.
Við höfum verið að ræða til dæmis þess að þrengingu götunnar og menn hafa verið að benda til að mynda á þrönga götu eða götu í miðbæ Hafnarfjarðar sem er búið að leggja. Þar fara miklu fleiri bílar á dag heldur en hér á Akureyri. Það hefur ekki verið skapað nein vandkvæði. Þannig ég held að þessi þrenging götuna, þetta er pínulítið svona tilfinningamál. Ég held að umferðin þolið að við skulum bara láta gera þessa könnun og sjá hvernig og taka upplýsta ákvörðun í framhald af því. Þannig ég held að við séum öll að vinna í réttan farveg í þessu máli. Þannig ég vildi bara koma þessu á framfæri. Ég held nú líka að hafa komið fram í öllum viðræðum okkar við Landsnet, og Landsnet hefur bara með þess að tala það hér, fulltrúi Landsnet, að það hefur ekki staðið á Akureyrarbæ varðandi raforkuna, og nú sem betur finnst manni núna ráðherra ríkisstjórnar vera svolítið áfram það að koma þessum hlutum í lag. Það var nú bara skýrsla sem var að koma, erlend skýrsla sem var að koma það núna að við erum að lenda í vandræðum strax árið 2020 bæði með raforku og raforkuflutninga. Til þess að halda upp eðlilegri bara þróun í samfélaginu, þá erum við ekki að tala með einhverjar stóriðjur. Það er bara í rauninni að við erum bara að lenda á vegg og auðvitað þurfum við að ýta á það og við höfum verið að gera það allstað öllum vígstöðum. Nú er það bara ríkisstjórnin sem verður að fara að grípa inn í þetta og ég heyri ekki betur, ég átti viðtal við samgönguráðherra daginn, hann er mjög áfram þetta. Ég heyri ekki betur en að umhverfisráðherra Björt Ólafsdóttir, hún er líka á því að þetta verði að gerast. Þannig við verðum að fara að koma raforkuflutningum í landinu í eitthvað horf til þess að við getum byggt þetta land. Þannig að ég ætla við munum klárlega ekki láta standa á okkur hér í bæjarstjórn á Akureyri og enda hefur Landsnet talað fyrir því að við höfum ekki verið að draga lappirnar í þessum efnum. Þannig að við erum alveg í starttólunum og það kom meira fram á fundi með Landsnetmönnum að akkurat þeir sem sitt hér í salnum, Tryggvi formaður og Bjarki sviðsstjóri skipulagssviðs, þeir eru akkurat voru að tala það að þetta yrði innviklað í aðalskipulag okkar og menn væru alveg meðvitar það að við þyrftum að vera með þetta allt saman á hreinu og þetta samspil milli Akureyrarbæjar og Landsnet, það er bara, held ég, eigi alveg að vera í þannig farvegi að við séum ekki, það verður ekki standa ekki á okkur. En ég, eins og ég segi áðan, þá mun ég klárlega og það er að tala mörg skipulagsmál. Ég hjó eftir því að bæjarfulltrúi Eva gleymdi einu máli sem ég held sem að sé að fara í gang. Það er Tryggvabrautar og Hjaltragötu gatnamóti sem ég hef tekið undir með bæjarfulltrúi Eva. Það eru stóralvarlegt horn og verður vonandi komið í betra far innan tíðar. En ég langaði bara að koma að þessu. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Dagbjört Pálsdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil byrja að þakka formanni skipulagsráðs fyrir þessa góðu yfirferð og langar bara að koma örstutt upp til að lýsa ánægju minni sérstaklega með eitt atriði. Mér finnst það mjög ánægjulegt að sjá hugmyndir þéttingum byggðar og að svo þétting sem áætluð er á Melgerðisásnum styðji við þær hugmyndir að byggður verði leikskóli í Hlíðahverfi á næstu árum. Ég tel það góða framtíðarsýn að vera með þjónustu við leik- og grunnskólabörn á sama reit. Með breytingum getur skapast tækifæri til að skoða og þróa nýja hluti í bæði skólastarfi og skipulagi og samnýta húsakost eins og sali, eldhús og íþróttaaðstöðu. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Dagbjört Pálsdóttir hefur lokið máli sínu. Ég ætla að biðja bæjarfulltrúa Sigríði Huld að taka við stjórnfundarins og gefa mér orðið. Bæjarfulltrúi Matthías Rögnvaldsson hefur beðið orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég vil byrja eins og aðrir að þakka formanni kærlega fyrir góða yfirferð og góðar umræður. Og ég get tekið undir það að við viljum sjálfsögðu varðandi ásýnd bæjarins, þá skiptir rosalega miklu máli að við vöndum til verks hérna við Drottningarbrautarheiði. Og ég veit að formaður skipulagsráðs fer yfir það mál og eftir hvernig það er allt saman, en auðvitað viljum við öll sjá þessa byggingu og þennan reit og allt þetta svæði byggjast upp með glæsilegum og fallegum húsum og ég held að það sé vilji allra
og ég get líka svo sem tekið svolítið undir það sem að bæjarfulltrúi Preben og Sóli mann er svolítið hissa á sömu málum, kannski þetta bara fullkomlega, þetta er ekkert kannski, þetta er örugglega bara unni nákvæmlega eins og á að vinna þetta, en sumt finnst manni þegar við erum að taka ákvörðun það hvort að fólk megi klæða girðinguna svona eða færa til gluggapóst eða hvað það er, þó að sé ekki breyting á útliti beint en svo stækka hurðagat eða eitthvað, að það þurfi að koma hingað eða sólskáli. En mér finnst eins og öðrum, og það eru allir Akureyringar rosalega stoltir af bænum sínum, eða flest allir held ég, og þessi bæjamynd er bara gríðarlega mikilvæg og þess vegna veit ég það að við munum reyna allt þess að vanda okkur við þetta verkefni. Ég er algjörlega sammála því að við þurfum að horfa til þess að byggja bílastæðahús bara sem fyrst og finna því hentugan stað og kannski þurfum við ekkert að fara í eitthvað neðanjarðarbyrgi sem kostar stórar upphæðir eða eitthvað hús heldur getur þetta raun og veru kannski bara verið einhvers konar rammi með sem getur hlíft og komið bílum fyrir og maður hefur haft alls konar hugmyndir sjálfur það hvar þetta ætti heima en þetta er bara fagfólk sem er að vinna að þessu og ég veit að þau eru að vinna að þessu í skipulagsráði að finna hentuga staðsetningu fyrir bílastæðahús. Ég er persónulega mjög hrifinn af því að við horfum á litlar íbúðir. Ég held að það sé rétt sem bæjarfulltrúi Sóli Björk er að segja eða mér minnir að hún hafi komið inn á að þetta er svolítið að breytast. Fólk er ekki að hugsa jafn mikið, allavega einhver hluti á okkur, er ekki að hugsa stórar eignir, það er að hugsa bara öðruvísi lífstíl. Vill bara, þarf ekkert svo stórt. Og þess vegna finnst mér frábært ef reglugerð og annað leyfir okkur þetta að byggja alveg niður í 20 og eitthvað fermetra eða hvað það er. Sko. Ég veit ekki svo sem einhverju segja, auðvitað er þetta vandasamt vegna þess að við gerum, þegar við erum með 90 fermetra íbúðir eða 120 eða hvað það er, þá gerum ráð fyrir að þar eru börn og við gerum ráð fyrir það í skipulagi þessi umferð þarna, þessi fjöldi bíla, þessi fjöldi fólks er að sækja skóla og þjónustu á þessu svæði. En mér finnst að við að reyna að hjálpa þeim sem geta að ef við getum boðið upp á litlar íbúðir í bland þá held ég það sé mjög jákvætt og við að skoða það. Raforkumálin, þetta er náttúrulega, þú veist, ég veit ekki hvað svo oft við höfum sagt það, við höfum náttúrulega marg oft spurt, er eitthvað sem strandar á Akureyri í þessum máli og við höfum fengið svarið nei. Við viljum að sjálfsögðu og þurfum að tryggja raforku hérna á svæðið og erum að vinna í því og fullu. Ég veit ekki hvernig er best að leysa þetta. Þetta virðist bara einhvern veginn vera svona mál eins og stundum þegar kemur að þessu að það getur raun og veru einn aðili stöðvað svona sem getur raun og veru verið stöðvað þá bara lífæð annarra sveitarfélaga. Auðvitað er það gott að fólk hafi vald til þess að segja til sitt umhverfi en stundum þarf kannski bara valdið að vera tekið af. Ég veit að við erum ekki örugglega ekki öll sammála það sko. En stundum þarf bara að taka ákvörðun og segja bara hér er lína, það er verið að breyta línu og bara breytum við línu. Það er ekkert verið að stoppa þetta neitt meir. En ég veit að það er viðkvæmt örugglega hér í kringum okkur og víða. Það er þingmannafundur held ég framöndan og við verðum þá bara að ræða okkar kjörnu fulltrúa og spyrja hvað þeim finnst þetta mál. Hvort þetta sé einkamál okkar að þetta sé svona að við sem horfa fram á það að við þurfum að biðja bæjarbúa að spara ljósaperurnar eða setja bara 2020. En ég hef ekki orðið var við neitt annað en það sé mikil samvinna í öllum okkar málum og öllum okkar nefndum og ég vænti þess að það er svo Guðmundur Baldvin kom inn á bæjarfulltrúi að það er náttúrulega fyrirhugaður sameiginlegur fundur þar sem við förum yfir þessi mál og vonandi förum við sameiginlega vegna þess að skipulagsmál þarf að vera eins mikil sáttum eins og við getum. Auðvitað eru með mörg skipulagsmál eru bara þannig að fólk sér fyrir sér alls konar vandamál sem svo ekki verða. Og enda vitum við það, við höfum það verið teknar erfiðar ákvarðanir hérna sem fólk er ekki að kvarta undan í dag eins og hvort sem það er lagning Dalsbrautarinnar eða eitthvað annað sko. En annars þakka ég bara fyrir góðar umræður og takk fyrir mig. Fulltrúi Matthías Rögnvaldsson hefur lokið máli sínu og biður forseta að taka aftur við stjórn fundarins.
Þá það formaður skipulagsráðs, Tryggvi Már Ingvarsson, sem hefur beðið orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætla að reyna að svara eitthvað af þeim spurningum sem hafa verið beint til mín og vil ég þakka fyrir góð orð og hlý orð til mín og ráðsins í heild. Það gríðarlega góð samvinna í skipulagsráði og það algjör undantekning að okkur verður sundur orðað nokkur mál og í afgreiðslu þeirra heldur náum við yfirleitt að tala okkur niður á niðurstöðu þar sem allir eru sammála eða að því næst sammála, sem auðvitað bara þannig eins og pólitík á að virka. Og langar til nefna sem dæmi að í skipulagsráði þá höldum við undirbúningsfundi þar sem allir koma að og allir hafa tillögurétt afgreiðslu mála. Það er engin, á ekki að vera neitt flokkadráttur. Við erum til þess að afgreiða mál og eins og við teljum best afgreitt hverju sinni. Og þannig hefur þetta virkað með allavega stóra leyti, finnst mér, og mun vilja svo verið áfram. Bæjarfulltrúi Sigurjón, hann nefnir uppbygging þéttingarsvæða og hvert við þurfum að breyta einhvern verklagi. Þetta þungt að fara með skipalega inn á þéttingarsvæði, inn á Drottningarbrautarreitin, þar sem við reyndum að gera virkilega vel og gerðum að ég tel virkilega vel í undirbúningi. Eins og við erum að vinna núna í Melgerðisás, þetta undir hlíðin annað dæmi. Þetta gríðarlega erfitt þegar förum inn á þéttingarreiti að við erum í bakgarðinum hjá okkur og fólki viðkvæmt fyrir því að við séum að byggja í bakgarðinum eða í nágrenni við eldri byggð. Við erum að skerpa núna á reglum úthlutun lóða til þess að mæta þessu að við viljum gera það þannig að þegar við erum að skerpa úthlutun lóða með að gefa kost á því að hafa eitthvað svona samkeppni, hugmyndasamkeppni, vera ein leið, það verður ekki bara dregið lóður eða boðnar upp heldur, það sé líka möguleiki í reglum að hafa hugmyndasamkeppni. Hitt atriði sem við erum að skoða þetta eyðublað sem menn þurfa að fylla út, eða fólk þurfa að fylla út þegar sækja lóð, að það gerir betur grein fyrir hvað það ætlar að gera. Ætlar það að sækja breytingu og deiliskipulagi í framhaldi eða ætlar það ekki að gera það? Hvaða svona konsept eða hugmynd hafa þróunaraðilar ef þeir fá lóðina? Þetta hefur svolítið verið að þvælast fyrir okkur að það eru kannski 2 eða 3 þróunaraðilar sem vilja fá lóð úthlutaða og svo fær einn lóðina og daginn eftir kemur hann og vill fá að breyta deiliskipulagi. En hinir hefðu staðfastlega sagt að ef við myndum ekki óska eftir breytingu og deiliskipulagi hefðu við fengið lóðina. En við fáum ekki þessar upplýsingar í dag inn á borð til okkar til þess að leggja mat á þegar við úthlutum. Þessu viljum við breyta. Síðan verklag við eftirfylgni. Núna hefur verið frétt að við erum að fara að þróunaraðilar með sjallarreitin að fara í endurbyggingu þar. Við erum með fleiri reiti þar sem verið að fara inn á kannski viðkvæm svæði og það bagalegt að ef þróunaraðilar að birta á einu stað teikningar á einu stað sem eru síðan ólíka þeim teikningum sem þeir senda síðan inn til okkar. Og mér finnst að við þurfum kannski og ég kem inn á þetta með Drottningarbrautarreitin, að vera svona harðari að við séum samkvæmari, að þróunaraðilar séu samkvæmari í birtingu teikninga. Það sé ekki verið að selja eitt í blöðum en annað sem sent inn til skipulagsnefndar og þetta eitthvað sem við þurfum að skerpa og vera kannski harðari með. Guðmundur Baldvin svaraði spurningunum samgöngumiðstöð að það fundur boðaður á næsta mánudag. Það öðru leyti hefur málinu samgöngumiðstöðar ekkert komið fyrir skipulagsráð og ég þekki ekkert til stöðu málsins. Hólasandslína hefur verið hér til umræðu og ég biðst afsökunar að hafa ekki haft umræðu hana í greinargerðinni minni en staðan þannig að góð og mikil samvinna hefur verið milli Akureyrarbæjar og Landsnets og þá skipulagsráðs og það hefur ekki staðið á Akureyrarbæ varðandi breytingar og aðalskipulagi öðru. Þessi vinna í farvegi og raun og veru munum við breyta eða þeir munu leggja inn hönnun og línu samhliða því að við erum að endurskoða aðalskipulagið og vonandi
hvort ekki komið í gegn í byrjun næsta árs. En hins vegar legg ég áherslu á það að það er rétt að raforkumálin á Akureyri þau eru erfið og í ólestri. Þetta er líka rosalega pólitískt mál og kannski langt út fyrir valdsvið skipulagsráðs að fjalla hvernig önnur sveitarfélög standa sínum skipulagsmálum. Þannig að oft finnst mér að málefni sem snúa kannski að í tengingu Akureyrar við raforkukerfið mætti vera oftar eða meira til umfjöllunar innan bæjarstjórnar en endilega inn í skipulagsráði. Því að málin skipulagsráðs er nákvæmlega okkar umfjöllunarefni hvar línan liggur í bæjarlandinu, hvernig línan liggur hjá okkur, en við höfum ekkert valdsvið út fyrir okkar sveitarfélögumörk. Disnes komstu inn á, það eru skipulag fyrir hendi, samþykkt skipulag. Minn skilningur er að það vantar rauninni aðila til þess að ríða vaði, koma inn á svæðið og hefja þar starfsemi þannig að menn fara að byggja upp þessa höfn. Það er langur vegur enn og þessi aðilar hefur ekki enn fundist og þangað til að þá verðum við að hlúa vel að þeirri höfn sem við höfum nú þegar á Akureyri og rammahlutið aðalskipulags Oddeyrarr tekur mið af því að þannig að við sjáum ekkert að öll gámaþjónusta verði farin í Disnes á næsta ári eða þar næsta ári, það er miklu lengra. Fyrir utan það að önnur starfsemi sem eru á höfninni hérna á Akureyri eins og útgerðarfélagið og Slippurinn og fleiri stórir aðilar, að þeir þrífast líka af því að vera nálagt starfskröftum fólki. Akureyrarbær byggist upp í kringum atvinnustarfsemi og það er ekkert sjálfsagt að þessi stóru vinnustæðir þeir flytjist við það að við byggjum upp höfn á Disnes. Það verður áfram höfn á Akureyri og við þurfum áfram að huga henni til framtíðarinnar, hlúa henni. Þá komum við að heitu kartöflunni, Drottningarbrautarreitnum. Ég kalla þetta heita kartöflu vegna þess að þetta hefur verið viðkvæmt mál og ég var vissulega í skipulagsráði þegar skipulagið var samþykkt en ég var óhæfur til umfjöllunar tillögunnar þar sem ég var bæði íbúi og mótfallinn skipulaginu. Og ég er einn af þeim sem mótmælti skipulaginu og það er bara skjalfest og þýðir ekkert fyrir mig að víkjast undan því en þetta svo í minn hlut að þetta fer sinn lýðræðislega feril og það er samþykkt og ég er formaður skipulags og þá fellur það í mitt verk að keyra það áfram til framkvæmda. Það hafi verið hérna umræðum að á kynningafundi hefði verið kynnt útlit húsanna með öðrum hætti en var síðan samþykkt í skipulagsráði. Mig langar bara aðeins að fjalla ferli samþykktarinnar og hvernig þetta snýr að skipulagsráði, allavega frá mínu sjónarhorni. Á þessum tíðrædda kynningafundi þá var útlit húsanna ekki til umræðu, heldur deiliskipulagsbreyting. Vissulega voru það sýnt hús með A-laga kvisti, sem ég held að sé nafnið á þessum skálaga kvistum, en þá var hönnun enn á frumstigi og þá kom skýrt fram á fundinum að þetta væri bara svona litið húsin í dag, þau var litið öðruvísi út á morgun og ég held að þeir nefndu þetta allavega mjög mörgur sinnum að þetta voru bara algjör drög. Þeir voru að fókusera á breytingu á rýmum, á þessum svalagangi og fjölgun íbúða. Það var tilgangur fundarins en þeir vissulega birtu þannig teikningar sem sýndu öðruvísi hús en voru síðan samþykkt af skipulagsráði seinna. Efni þess að funda var þar lendi fyrst og fremst deiliskipulagsbreytingin þar að fjölga íbúum úr 12 í 16. Útlitið var því fyrst og fremst sýnt til glöggvunar. Skipulagsráð fékk síðan aðalteiningar húsana til afgreiðslu áður en framkvæmdaleyfi var veitt. Ráðið veitti því eftirtekt að bæði útlit kvista og klæðning hús hafi verið breytt og fleiri atriði. En mat þó að hönnun húsana væri vel innan ákvæða skipulagsins. Í skipulaginu bara sjálfur skipulaginu sem þú ert með hann undir höndum og þá eru sýndar teikningar sem sýna að það er engir ákvæði gerð kvist, hvernig kvistin eiga að líta út og meira segja forssuteikning á skipulaginu sýnir hús með flata kvisti. Og í raun og veru getum við litið á þær teikningar sem þarna eru birtar sem einhvers konar fyrirmynd með því að við gátum ekki metið eins og svo að skipulagið kvæði á að þarna eru aðkvistir. Þá kemur hitt að
þar er ekki ráð fyrir að klæðning taki mið af eldri húsum. Þetta er krafa í skipulaginu og ég með þennan til að sjá. Við les bara upp hvernig þetta er. Krafan er að húsin eiga að taka mið af eldri húsin, þau eiga ekki að vera afrit eða kópi á húsunum. Það er ekki þannig. Og ef við horfum á klæðningu náðra húsa þá er það öll bárujárn. Í fyrstu hugmyndir sem kynntar voru þessu fundi þá var þetta viður, bárujárn og steinsteypa til blands sem ég féll mjög vel að mér þótti vera fallegt. En ef maður horfði síðan og bar saman við deiliskipulagsskilmálana þá fannst maður að þetta alveg geta virkað líka, það væri bara bárujárnsklætt. Því að þannig maður væri þessum skilmálum uppfyllt. Framkvæmdaleyfi var afgreitt með 4 atkvæðum. Einn bæjarfulltrúi vék á fundi þar sem hann taldi sig vanhæfan og í rauninu var samþykkt skipulags teljum við að samþykkt skipulags hafi verið í takt við samþykkt skipulag. Skipulagsákvæði Drottningarbrautarréttarins kveða ekki á hana í nákvæma frágang og við teljum þar leiðandi að í þessu tilviki séu öll ákvæði uppfyllt. Og það þurfis mjög sterkan rökstuðning fyrir því að ef við ætlum að víkja frá ákveðnum fyrirvörum í skipulagi, og samþykkja og setja ítarlegri kröfur og þróunaraðila. Við setjum leikreglunar í skipulaginu og það væri svolítið skrítið ef við fórum að breyta þeim síðar í ferlinu. Ég var ekki inn í skipulagsnefndinni sem ég kom kannski inn í byrjun varðandi að þetta ætti að vera bara matsatriði nefndarinnar eins og Sóley kom inn á bæjarfulltrúi Sóley að við getum hafnað þessu án rökstuðnings. Ég þekki ekki til þeirra umræðu en mér persónulega þætti það skrítið að við gætum hafnað húsum sem uppfylla öll ákvæði skipulags án rökstuðnings. Mér þætti það væri slæmt fordæmi upp á framtíðina að þróunaraðilar hefðu engar hugmynd hvað þeir ættu að vænta þeir sendu erindi inn til skipulagsnefndar. Það er búið að gefa út byggingarleyfi og ég hef spurt sviðsstjóra skipulagssviðs og fleiri innan skipulagssviðsins það hvort hægt sé að víkja frá þessari ákvörðun og það telja að það sé ekki hægt án þess að skaðabótaskylda skapist fyrir bæinn. Þannig að bæjarfulltrúi Preben spurði af hverju sendum við þetta ekki bæjarstjórn. Við mátum þessu svo að þarna var víðtæk samstaða í skipulagsráði fyrir ákvörðunni og það kom aldrei upp í umræðunni hjá okkur að senda þetta til bæjarstjórnar. Og það er kannski eitthvað sem við þurfum bara að taka til okkar og kannski læra að þetta var kannski mál sem við hefðum átt að senda áfram. Og svo tala bæjarfulltrúi Preben að núverandi meirihluti ætti þetta hús en ætti þessar teikningar en þetta var samþykkt af öllum aðilum. Þó svo áheyrnarfulltrúi Bjartar framtíðar hefði komið í skilaðinn álitið að þá er hann áheyrnarfulltrúi en ekki hann greiðir ekki atkvæði inn í skipulagsráði en af þeim sem greiddu atkvæði var þetta samþykkt án athugasemdar. Og kannski okkar mistök þarna er að hafa ekki bókað rökstuðning með samþykktinni fyrst að það kom bókun frá áheyrnarfulltrúa gegn samþykktinni. Þá er það Eva, bæjarfulltrúi Eva. Jólasveinarsvæði eru sannarlega til umfjöllunar í tengslu við aðalskipulag. Nú er eitt af þeim atriðum sem við í skipulagsráði óskum enn og aftur að eru tekið til skoðunar núna eftir yfirferð nefnda. Miðbærinn, hérna er heilmikil umræða búin að vera miðbæinn. Það er rétt sem bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin kom inn á að við erum á morgun er erindin í skipulagsráði að fela mér og sviðsstjóra skipulagssviðs að hefja vinnu við kostnaðargreiningu og áfangaskiptingu og ég kom líka inn á þetta í erindi mínu. Það sem við erum að fara að skoða
minnir að máli heiti miðbær, hvort það heiti miðbær endurskoðun skipulags. Við erum að fara að skoða alls konar útfærslur sem við þurfum að laga í miðbæskipulaginu. Við ætlum líka að uppfæra því leita. Við viljum fá áfangaskiptingu og kostnaðargreiningu sem við rauninu gerum við fyrir allt skipulag í dag. Og við viljum sjá bara þessar krónutölur og varðandi hvað kostar að færa Glerárgötuna áður en við förum að halda eitthvað áfram. Og ég held að þessar upplýsingar verði bara mjög gagnlegar inn í frekari umræðum hvernig við viljum sjá miðbæinn þróast áfram. Ég tek undir orð Sóleyjar, göngugatan, hún er meira eins og umferðargata en vistgata og það að bæjarstjórinn hafi ekki verið ekinn niður er kannski bara þenni bæjarstjóri. Það vill enginn keyra niður. Ég veit, það er kannski ekki alveg. En okkur langar að fara í ítarlega vinnu varðandi miðbæinn. Við höfum, ég og Jón Þorvaldur sem er áheyrnarfulltrúi frá Bjartri framtíð og sviðsstjóri skipulagsins höfum verið að skoða bæði bílastæðahús og þróun miðbæjarins og við viljum halda þess að vinna áfram og færa hann upp á formulegri plan þar sem við setjum okkur markmið hvenær við ætlum að skila skýrsluna af okkur og hún muni vera kannski svona inn í frekari umræðu framtíð miðbæjarins. Held að ég hafi verið búin að svara flestu sem bæjarfulltrúi Sóley kom inn á. Nema að Guðmundur Baldvin bæjarfulltrúi talaði Tryggvabraut og Hjalteyrargötu. Sú vinna er í gangi með vegagerðinni en þessi gatnamót eru þjóðvegur. Bæjarfulltrúi Dagbjört, ég tek undir með þér að þétting byggðar á Melgerðisás mun sannarlega styðja við uppbyggingu innviða eða þá innviði sem fyrir eru í Glerárhverfi, samanber Glerárskóla og leikskóla. Og svo langar að svara bæjarfulltrúa Matthías varðandi samþykkt skipulagsráðs og þetta kom inn á líka hjá fleirum, ég man ekki nákvæmlega. Það er rétt, bæjarfulltrúi Preben sem kom inn á þetta líka, það er rétt að það koma fullt af málum hér inn í bæjarstjórn skipulagsmál sem eru nú ekkert stórvægileg og við sjáum slík sambærileg mál ekki koma fyrir hjá borgarstjórn til að mynda eða víða öðrum sveitarfélögum. Þetta er vegna ákveða í samþykktum skipulagsráð sem í raun er ákveðin af bæjarstjórn og það var alltaf skipulagsráðs að hafa frumkvæði að hafa auka vald sitt en hins vegar auðvitað ljúft að setjast niður og skoða hvort við getum ekki endurskoða hlutina þannig að og skert á öllu verklagi. Þannig að það sé ekki öll mál að fara hér fyrir. Ég held að þetta sé upptalið hjá mér. Kærar þakkir. Formaður nefndarinnar Tryggvi Már Ingvarsson hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Eva Hrund Einarsdóttir. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil byrja á því að þakka bæjarfulltrúa Guðmundi fyrir að minna mig á Tryggvabrautina því að það er mér hjartans mál að það veri farið í það verkefni og þannig ég bara fagna því. Mér þykir leitt ef að Guðmundur Baldvin upplifir það að bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins sé að eigna sér einhverja hugmyndir en raunin er ekki svo. Ég veit alveg að það er fundur samgöngumiðstöðina að koma. Það sem ég á við að mér finnst við þurfa að funda og tala heildina. Það er það sem ég á við. Við þurfum mér finnst að við ekki bara geta tekið samgöngumiðstöðina út fyrir eða bara tekið Glerárgötuna, við þurfum að ræða miðbæjarskipulagið aftur í heild sinni. Það er það sem ég var að reyna að koma inn á þann. Svo líka steinglemdi á hann, ég ætlaði náttúrulega að minnast á það áðan að ég hjartanlega sammála því sem að Preben kom inn á. Maður furðar sig einmitt eins og hann gerði stundum á því hvaða mál er einmitt að koma hingað og hvaða mál verða eftir. Þannig að ég bara fagna því að Tryggvi ætlar að taka það til skoðunar. En annars bara þakka ég fyrir góðar umræður og ég bara
tek undir það sem meirihlutinn hefur í rauninni verið að segja og veistu, að yfirleitt hefur verið mjög góð samvinna innan nefnda og ég hef heyrt það á okkar manni í skipulagsnefnd að það á við þar. Bæjarfulltrúi Eva Hrund hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Sigurjón Jóhannesson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil þakka formanni skipulagsráðs Tryggva góð svör og þó ég hef verið að spyrja spurningar, það var kannski ekki alltaf út af því ég vissi ekki að það væri til svör, heldur meira kannski þeir fá umræðina. Og kannski það líka að það náttúrulega, þó að bærin sé ekki stór og bæjarapparati kannski ekki svo stórt, þá fréttist nú ekki allt og þar sem ég varamaður í bæjarstjórn, þá vissi ég bara ekki þennan fund samgöngumiðstöðina. Þannig að bæjarfulltrúi Guðmundur verður bara að afsaka það. Ég er ekki að reyna að finna upp hjólið. En það sem ég var að ræða varðandi raforkumáli, það var kannski ekki það, ég veit þau eru ágætis farvegi og við erum að standa okkur heldur bara allt ágætlega í því og það er valmöguleikar í gangi, hvaða leið best verið að fara með. Það er náttúrulega að leggja áherslu á strengleiðir hérna innan þéttbýli, eða næst þéttbýlinu og í kringum flugvöllin, sem væri þetta bara óska staða fyrir okkur. En þar sem þetta er á því spennustígi, þessi leið, þá verður þetta, þessar línur eru fyrst og fremst loftlínur í dag og verða það líklegast nána framtíð þó að strengir verði meira og meira notaðir. Þá var ég eiginlega bara hvetja til þess að við ræddum meira við nágrannasveitarfélögin af því að línan hún kemur inn í okkar sveitarfélagi eða lögnin og fer út úr okkar sveitarfélagi og það er ekki nóg, það þarf náttúrulega að halda áfram. Og það er hérna til nefnd sem heitir svæðaskipulag Eyjafjarðar sem hefur búin að funda einu sinni á þessu kjörtímabili sem kannski var fyrir einhver mistök að það hafi ekki fundað áður og Akureyrarbær á 2 fulltrúa þar. Og aðalskipulög fara þangað til meðferðar og ég held að skilta að þau fari þangað og auk þess eru það náttúrulega til umsagnar í nágrannasveitarfélögum eins og við fáum aðalskipulög nágrannasveitarfélaganna til umsagnar og getum gert athugasemdir. Þetta var kannski meira það að hvetja til þessara umræðu vegna þess að það kannski verið að stilla svo svolítið upp sem að við séum að þrýsta á að sé verið að setja hér upp áspyrnunarlínur sveitirnar þar sem landeigendur kannski sjá enga sérstaklega hag í því að það sé að koma hér meira orkir á svæði að þeir eru ekki að fara að nýta hana persónulega. Og það kannski kemur inn á þetta aftur. Hvað eru hagsmunir mín sem íbúa, hvað er hagsmunir sveitarfélagsins, allra íbúana og síðan allra landsmanna. Og raforkukerfið er eitt af þeim kerfum, bara eins og vegakerfið annað, það tilheyrir kannski öllu landsmönnum. Það er ekki alveg einkamál hvers einstaklings eða landeiganda eða hvers íbúa í einhverju sveitarfélagi. Og kannski það sem ég var að hvetja til að við ræddum þetta meira og kannski er þetta hluta því að við erum, eins og áður komið inn á hér í þessu ræðustóla, við erum landlítið sveitarfélag, miðað við sveitarfélagin í kringum okkur, þó eins og við fjölmennasta sveitarfélagi. Og það er kannski útsett með það að við erum þetta sveitarfélag, þessi sveitarfélag í kringum okkur og við erum ekki að fara að sameinast neitt á næstunni held ég. Og sem við séum einhverja viðræður einhver hérna hvort það sé einhver fjárhagslegur ávinningur að því eða ekki eða hagræði. Þá held ég að við gætum það kemur að skipulagsmálum og hérna ýmsu kringum það rætt meira við þessa aðila og kannski þurfum við að kalla eftir umræðinni bara sem stærsta sveitarfélagi og bara að koma hitta sveitarstjórnir hér í kring á jafnréttisgrundvelli til þess að ræða þessi mál og heyra sjónarmið. Því það eru mismunandi viðhorf eftir því í hvers konar samfélag þú býr. Varðandi miðbæjarskipulagið þá held ég að þetta sé bara mjög jákvætt ef á að ræða það og hugsanlega reyna að koma hlut af, það eru mjög jákvæðir
margt jákvætt í miðbæjarskipulaginu, en það er mjög viðamikið, þetta er mjög stór framkvæmd ef ætti að fara að hella sér út í hann í heild. Þannig að ég held að sé þarna vissi hlutir sem væri kannski hægt að setja frekar í forgang en aðra og kannski þetta ná meiri samstöðu sem bæjarfulltrúi Eva og fleiri hafa komið inn á. Þannig að við þokast eitthvað áfram, þá séum við ekki alltaf að samþykkja skipulög sem eru bara samþykkt og sem gerist ekki mikið. En vissulega þarf að gera þetta hægt og rólega því að það er leið og ferð að framkvæma eitthvað eins og gerist á Drottningarmyndareitnum að það er voðalega erfitt að halda á svæðum opnum, það er bara öryggismál. Þú ert ekki með fólk keyrandi svæðið, leggjandi bílunum sínum þegar eru byggingakranar og þungavinnuvélar á störfum. Þannig að þar var vissulega held ég bara vannmat þegar við fórum á staðið með þá framkvæmd að við gætum verið með hluta því svæði opnu og það kom í ljós og það er ennþá bara meira og minna lokað með að vera að vinna þarna á svæðinu. Þannig að það er vissulega rétt að við getum ekki verið með stór svæði undir í framkvæmdum. Tryggvi kom ágætlega inn á þetta með hvernig þetta var afgreitt í skipulagsnefnd, þetta með Drottningarmyndareitnum. Ég bara taka það fram þó við sem ekki fara út í einhver einstaka umræðu í nefndinni. Þessi sjónarmið sem komu fram í bókun Jóns Þorvaldar, nefndarmanns, þau komu vissilega upp og voru rædd. Þannig að þetta var þó að þau ekki orðið ofan á og menn sáu ekki að þetta gæti verið frágangsrök að samþykkja framkvæmdaleyfi. Það voru þau komið þau upp. Og það er kannski, kannski eigum við á nefndinni eða ég veit ekki hvernig reglurnar eru nákvæmlega, að taka viss mál og senda þetta til bæjarstjórnar. En síðan eru önnur sem fara bara hingað vegna regluna, að fara hingað hvort sem við teljum ástæðu til þess að koma hingað ekki. Og það er spurning hvort að sé þetta endurskoða það. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Sigurjón Jóhannesson hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Preben Jón Pétursson. Forseti, bæjarfulltrúar, formaður, ég vil þakka þér fyrir góð svör og þakka þér fyrir að koma upp og svara þessu vangaveltum mínum eins vel og þú getur. Ég efast ekki þú heiðarlegur því og þú gerir vel og ég veit ekki hvort ég náði að hrósa ykkur og skipulagsstjóra fyrir vinnuna sem hefur verið gerð í bænum hérna undanfarið og þá ger ég það og ég tek alveg heils hugar undir það. En ég vil líka ennþá ítreka. Ég vil meina hér hafi verið stór mistökum að ræða. Ég vil ekki ganga svo langt að segja þið verið blataðir eða eitthvað. Þetta er náttúrulega ykkar mat og þið leggja á þetta og sannarlega getur maður og ég hef alveg skoðað þessar byggingar og sé bara ég bara vona að þetta takit vel til. Ég bara vona ég hafi rangt fyrir mig sko. Ég er svo eini sem við hefur útvöðið þú það rangt fyrir við höfum rétt og það verði bara frábært. Fiskir sem ég bara, ekki fiskir, en ég sannarlega vona að ég sé að fara með randmáli í þessu. Þegar þú talar og þegar þú kemur inn og það er þetta sem veldur mér svolítið hugarangri, að í deiliskipulaginu fyrir svæðið þá stendur ekki að skuli haft mæniskvistar eða þessir hottkvistar. En það stendur sannarlega í textunum að nýbyggingar skuli taka mið af yfirbragði gömlu byggingarnar, með leyfi forseta, hvað var það stærðir, hlutföll, form. Hvað er form annað en mæniskvistar á þeim húsum sem eru nú þegar? Það er töluvert oft minnst á formið í deiliskipulaginu. Efnisval. Jú, ég er ekki búin að sjá lokaútfærsluna á þessu, en formið er klárlega til staðar. Og þegar við erum að tala um mæniskvist, þá er það form. Það eru held ég á allri húsaröðinni 2 kvistar sem eru flatir. Litlir, hugsanlega beygðir á eftir á, sem hafa komið inn sem ótrúlausn, en það er ekki formið á
röðunni eða með myndinni. Ég stend alveg við orðum hvað það varðar að skipulagsráð eða skipulagsnefnd þess tíma hafi yfirsett það og farið hugsanlega út fyrir valdsvið sitt að gefa út framkvæmdaleyfi gegn núverandi deiliskipulagi. Mér langar að koma aðeins inn á það því að Guðmundur talaði það að ég hefði átt að biðja þetta mál Guðmundur fyrr í ferlinu. Svo hægt var hugsanlega að vinna í því. Ég biðst bara afsökunar á því ef ég hef ber ábyrgð á þessu formi. Því að í þessu var sannarlega bent á það í skipulagsnefnd. Okkar fulltrúi kom með mjög góða greinargerð og benti á í skipulagsnefnd hvað það var að þetta orkaði tvímælis. Einn nefndarmaður gengur að fundi. Þannig að það var ekki samstæð í og áheyrnarfulltrúar eru sannarlega til staðar til að koma og leggja fram þó þeir hafi ekki atkvæðisrétt. Það leggja fram bókun og geta komið og tjá sig bókun. Hann gerði það í þessu tilfelli. Hann benti á það. Það hefði átt að hugsanlega kveikja á perum. Kannski ættu að senda þetta í bæjarstjórn. Þegar ég frétti af þessu máli, það fór ég hérna upp og ég talaði við forseta bæjarstjórnar. Óskaði eftir að taka til máls undir liðnum þegar það var verið að koma með fundargerðina fram. Ég óskaði ekki eftir í bæjarstjórninni sérstakur liður sem væri framkvæmdaleyfi á Austurbrú. Ég gerði það ekki. En ég bað að fá að tala um þessu lið og það var ekki talið æskilegt, það var ekki talið hefð fyrir því að menn talaði um þetta. Ég hefði getað beðið að næsta fundi. En í millitíðinni, það átti ég samtal. Og það ekkert að segja meirihlutann að þetta að fara fram hjá bæjarfulltrúum meirihlutans. Því það var nú engin annar en oddviti Samfylkingarinnar sem leggur máli fyrir. Og hann í meirihlutanum, bæjarfulltrúi, fyrir skipulagsráð, eða skipulagsnefnd þá. En honum vel kunnugt málið. Hann skrifar undir umsóknina af framkvæmdaleyfinu. Kynnir það fyrir nefndinni. Sýnir nefndinni og kemur svo inn aftur. Og ég fer á fund með honum eftir fundin. Eftir ég búin að fá höfninu hérna og tala við þá uppfrá, bið þá að breyta þessu. Hvort þess ekki einhver leið að taka málið upp. Hann er ekki forseti bæjarstjórnar. Taka málið upp og ræða málið. Það á seint. Það búið að gefa út framkvæmdaleyfið. Þetta svör sem ég fæ líka annars staðar í kerfinu, ég talaði við nokkra aðila. Það búið að gefa út framkvæmdaleyfið. En það ekki búið að full reisa húsin. Það ennþá hægt að breyta aðeins útlitinu, það búið að steypa upp ykkur og grunna þessu, en það ekki búið að setja gluggann, kannski búið að kaupa og ég veit það ekki. Mér finnst við að fara út fyrir valdsvið, ég veit ekki af hverju. Mér finnst það afskaplega, ég ætla ekki að vera alltaf dramatískur í því, mér finnst það vont mál og vona það innilega að menn taki þetta mál og til endurskoðunar. Því að segja já, við gerum betur næst, þá ætla ég rétt að vona að þetta verði ekki mjög dýr skóli. Því sannarlega getur orðið það. En mér ætla að afgreiða bara þannig, gerir betur næst. En það talað formgerð á húsunum, það talað það í þessu deiliskipulagi að aðra byggingarnar sem koma inn í reitina skuli taka form af hinum húsunum. Og það alveg rétt hjá formanni skipulagsráðs að það myndir sem sýna að í deiliskipulaginu hugsanlega útlit húsa. En það alveg eins og Tryggvi kemur inn á fyrirgjöðu að þetta var svona til þess að sýna hugsanlega möguleika á einhverju. En textinn sagði til hvernig útlit það vera. Og þannig þurfum við bara að vanda okkur. Og ég skor bara á skipulaginu ef það hægt að finna einhverja leið og skora meirihluta núna að finna einhverja leið til þess að ræða við byggingaraðila. Að gera þetta í sátt. Svo það náttúrulega alltaf álitamál, hvað fallegt og hvað ekki fallegt. Ég ekki að segja að húsið séu ljót, langt í frá. Mér myndi bara ekki passa þarna.
Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Preben Jón Pétursson hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég ætla aðeins að koma inn á bara í sambandi við þessa umræðu þar sem að formaður skipulagsráðs talaði að það væri nú undarlegt að það þyrfti ekki að rökstyðja höfnun. Það vil ég bara svona með leyfi forseta lesa hérna aðeins upp á deiliskipulaginu þar sem að ég var að tala um. Ég ætla að taka hérna bara örlítinn kafla. Skipulagsnefnd skal meta þessa þætti sérstaklega við umfjöllun og afgreiðslu aðaltekninga og verður umsókn hafnað uppfylli hún ekki almennar og sjálfsagðar kröfur að þessu leyti þó svo að viðkomandi hönnun uppfylli tæknilegar og mælanlegar kröfur reglugerða og skilmála að öðru leyti. Þetta var það sem ég átti við. Þarna er verið að vísa í texta sem á undan kemur þar sem talað um hagkvæmni, vandað útlit og formfegurð. Bæjarfulltrúi Preben kom inn á þetta atriði varðandi formið og við höfum bæði talað hérna þessa kvisti og glugga. Ég vildi bara skýra þetta held ég að sé þó auðvitað er bara endalaust örugglega hægt að teygja og toga en ég held að þetta er ekki kjarni málsins ég held að bara kjarni málsins var og það er það sem ég vil kannski bara fara aðeins yfir aftur því ég held að það sé mikilvægt þó að það sé nú örar skiptingar hérna í pólitíkinni, í nefndum og ráðum og öllum þessu þá auðvitað tekja undir með bæjarfulltrúa Guðmundum að við verðum auðvitað að reyna að læra af þessum hlutum þó að sé auðvitað rosalega súrt af því að við erum bara ekki endust ekki það lengi í þessum störfum að það er bara endalaust mistök og svo lærir maður af og svo fer með það eitthvað annað út í lífið en ég vil bara svona brýna okkur öll og ítreka það að við þurfum að svona átta okkur á því hvenær við þurfum að vera sveigjanleg og lausnamiðuð í samráði og hvenær við þurfum bara að vera mjög stíf og gagnrýnin og standa vörð. Af því að það er bara stundum á annað við og stundum hitt. Og ég held að við ættum bara öll að svona einhvern veginn muna það að það eru atriði og ég menna sérstaklega eins og við segjum í skipulaginu. Þetta er eitthvað sem verður ekkert aftur tekið þetta hús fyrir eftir 100-200 ára eða hvað hvað. Og þess vegna þurfum við þetta að vanda okkur bara sérstaklega vel. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Sóley Björk hefur lokið máli sínu og orðið laust. Formaður Tryggvi Már Ingvarsson hefur beðið orðið. Mér langaði bara að svara bæjarfulltrúa Preben fyrst og fremst hvort við höfum farið út fyrir valsvið okkar með því að gefa út framkvæmdaleyfi vegna þess að hann bendir á að taka skuli mið af formi eldri húsa henni götunni. Við verðum að skoða túlkun höfundar, skipulagshöfundara, hvað er að taka mið af formi á þeim teikningum sem hann setur sjálfur inn í skipulagið. Það var túlkun okkar í skipulagsráði og þar af leiðandi töldum við að húsið uppfyllti þær kröfur sem skipulagið eða greinigerðin setti fram. Hitt er að bæjarfulltrúi Sóley talaði með mitt eins og rétt þessi ákvæði sem eru í deiliskipulaginu og greinigerðinni. Í rauninni það sem ég var að segja að við þurfum alltaf að rökstyðja. Við gátum rökstyðja og sagt húsið er ljótt. Við viljum það ekki. En það var ekki skoðun skipulagsráðs. Okkur fannst húsið fallegt eða þessar teikningar fallegar og húsið myndi vera prýði á þeim stað sem það er og það er rauninni bara niðurstöða skipulagsráðsins. Sá lærdómur sem við drögum af þessu er mögulega að þarna vorum við að samþykkja framkvæmdaleyfi þannig voru samþykkja framkvæmdaleyfi sem við höfum mögulega átt að vísa til bæjarstjórnar en það var bara spurning hvenær eigum að vísa málum til bæjarstjórnar og hvenær ekki, hver eigi á að vera þjóðnarpötareglan. Við lentum í þessu vandamáli í skipulagsráði ákveður þetta sama
var að hvenær á skipulagsstjóri eða sviðsstjóri skipulagssviðs að vísa málum til skipulagsráðs og hvenær hún ekki gera það. Og það er dæmi með Bránshúsið. Leiddi það af sér að í dag að þá eru allar ákvarðanir í miðbænum teknar fyrir skipulagsráð. Og reyndar er bara raunin vera ágætt því að við höfum það svolítið puttana á púlsinu, sko, hvað er að gerast í miðbænum hverju sinni og okkur þykir þetta bara gott og þægilegt. En þetta var eitthvað sem við brugðumst við með þessum hætti en þetta er alltaf matsatriði og já, ég vonandi að verður þetta ekki, ég trúi því að þetta verður fallega byggingar og ég eftir að bæna þetta sóma og ég vona að preppin verði sama sinnis að Bæjarfelli það framlýður. Gerða hér. Formaður nefndar Tryggvi Már hefur lokið máli sínu, orðið er laust. Þess að enginn hefur hvað sem hljós, þá þökkum við fyrir þessa umræðu og snúum okkur að 10. lið. Skýrsla bæjarstjóra, Eiríkur Björn Björgvinsson, bæjarstjóri fer yfir helstu atriði. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, síðasti bæjarstjórnarfundur var 17. janúar síðastliðinn. Ég ætla að fara hérna við bara helstu atriði eða nokkur atriði frá síðasta bæjarstjórnarfundi. Fyrst bara nefna það að fulltrúar frá Félag íslenskra atvinnuflugmanna komu hérna til mig 5. daginn 19. janúar. Meðal annars vegna þess að þeir hafa áhyggjur af umræðunni sem hefur verið Reykjavíkurflugvöll. Ég ætla fyrst að ekkert búið að minnast á Reykjavíkurflugvöll hér á þessum bæjarstjórnarfundi og best að ég haldi upp í nafni í fráfarandi bæjarfulltrúa Njáls Trausta, með hérna minnast á flugvöllin hérna. En þessi fundur var margt merkilegur vegna þess að þarna eru einmitt sérfræðingarnir í flugi á Íslandi og þeirra hagsmunasamtök, stéttarfélag og þeir komu meðal annars til þess að þakka Akureyrarbæ fyrir okkar innlegg inn í umræðuna en ekki síður að svona brýna okkur og hvetja okkur til þess að halda umræðuna áfram því að þessi máli er náttúrulega hvergi nærri lokið. Og auðvitað komum við líka til þess að ræða Akureyrarflugvöll og áhyggjur þeirra bara varðandi það að menn skuli ekki ljúka við uppbygginguna þar og það er einmitt mál sem við þurfum að sjálfsögða taka upp og halda á lofti núna á komandi þingmannafundi, fá upplýsingar frá þingmönnum hvar þau mál eru stödd og náttúrulega sjálfsögðu þau samgöngumál sem voru kannski svona sett á ís einmitt við samþykkt fjárlaga fyrir árið 2017. Nú síðan var hér stór almannavarnar nefndaræfing sem ég tók þátt í, sitt í almannavarnanefnd fyrir hönd sveitarfélagsins og svo sem ekki mikið hana að segja nema bara það að það er að sjálfsögðu bara traustvekjandi þegar maður finnur það hvað við eigum mikið og öflugt fólk sem vinnur í kringum almannavarnir hér á svæðinu, fulltrúar í lögreglu, slökkviliði, björgunarsveitum og það sem ég fannst ég kannski læra mest af þessu námskeiði var einmitt þetta hvað maður fylltist í rauninni bara miklu trausti, miklu öryggi að vita af þessum íbúum okkar sem eru alltaf boðnir og búnir til þess að hlaupa til ef eitthvað kemur upp á og hversu vel skipulega þessir aðilar vinna líka. Nú við áttum nokkur fulltrúar bæjarins fund með íbúum í Grímsey 23. janúar síðastliðinn þar sem vorum að fara yfir verkefnin og samantektina varðandi brothættar byggðir og að sjálfsögðu eins og venjulega fundir í Grímsey eru alltaf jafnfjöruðir að það sem við skiptum svo skoðunum þessar hugmyndir sem þar komið fram, það var verið að taka í rauninni bara saman hugmyndirnar sem höfðu áður komið fram á íbúafundum með íbúum. En auðvitað er það hjá þeim eins og bara í hverfum hér inn á Akureyri og líka í Hrísey að menn eru auðvitað óþreyjufullir með að ná framkvæmdum eða að þessar hugmyndir sem hefur verið settar á blað, það er komist til framkvæmda líka. En það er verkefni sem við munum svo auðvitað vinna með áfram. Og ég minnist alltaf á hér í ræðustól ef við fáum heimsókn frá erlendum sendiráðum, japanski sendiráðan var hér í heimsókn og 24. janúar síðastliðinn það erlenda þjóðir sína okkur mikinn áhuga og því sem við erum að gera hér, þeir komum mikið til þess að ræða og kynna sér málefni norðurslóða bara til að koma því á framfæri, bara svo við vitið hvað umræðuefnið er en ýmislegt sjálfsögðu annað sem að snýra uppbyggingu og atvinnumálum.
Það stendur yfir undirbúningur að heimsmeistarmóti kvenna í íshokkí og ég hef aðeins komið að vinna í kringum það og fundum. Við eignuðust í byrjun árs íbúa númer 80.500 og ég og forseti bæjarstjórnar heimsóttum þennan nýja íbúa og buðum hann formlega sérstaklega velkomin í heiminn. Vísindaskólinn, við gengum frá samningi við varandi vísindaskólan í sumar og eins og bæjarfulltrúar þekkja úr umræðinu og íbúarnir þekkja mjög vel að þetta verkefni, ég held að þetta verkefni sé bara búið að sanna sig, eins og komið til að vera. Þannig ég held að sé komið tími til að við reynum að festa það enn frekar í sessi, þannig við séum ekki alltaf að gera samning hverju einasta ári, heldur bara tryggjum það vonandi næst samning bara til lengri tíma. En það gríðarlega mikill fjöldi barna sem að sækir vísindaskólan hverju sumri og þetta eins og við segjum oft, þetta svona hópur einstaklingar sem ekkert endilega að sækja aðra tómstunda eða íþróttastarfsemi inn í bænum. Þannig að þetta svona viðbót. Við hefum verið að funda, vorum boðaðir ég og sveitarstjórinn í Norður-Þingi fyrir stjórn Eyþings varðandi sorpmál og það auðvitað gríðarlega stórt og mikið mál sem að það er svona eilíðamál sem við verðum auðvitað að halda á lofti og halda áfram umræðinu þó við séum komið svæðis áætlun meðhöndlun úrgangs og þá verðum við að halda þessari umræðu auðvitað gangandi og eiga samstarf og sem samskipti við nágrannasveitarfélögin, það er að segja bæði hér fyrir vestan okkur og austan. En þetta eru mál sem að meðal annars nú í breyttu skipulagi á umhverfis- og mannvirkjasviði og í umhverfis- og mannvirkjaráði að þá erum við meiningin að koma sorpmálunum enn frekar fyrir í skipuritun okkar þannig að við tökum það enn fastar í tökum. Það var líka sama dag fundur hér rafbílavæðingu og þróun í þeim málum og síðan frá því síðasta bæjarstjórnarfundi þá hef ég undirritað 2 samninga fyrir hönd sveitarfélagsins, annars vegar móttöku fjölskyldu frá Sýrlandi, 5 manna fjölskyldu sem komin til landsins og komin til sveitarfélagsins en við undirritum þennan samning þá við velferðarráðuneytið fjárstuðning og samstarf að geta stutt við bakki á þeirri fjölskyldu og svo líka gengum við frá samningi öryggisvistun vegna einstaklinga sem að við erum með hér í þjónustu í sveitarfélaginu og erum núna að fá greitt sérstaklega fyrir þá þjónustu frá hendi ríkisins. Við höfum verið að funda með endurskoðendum, bara að segja frá því, það fyrir alltaf að koma að ársuppgjöri, aðeins undirbúa bæjarfulltrúann fyrir það að við fyrir að taka umræður ársreikninginn, þannig ég ætlum ekki að ræða hann sérstaklega hér en bara að segja frá því að það allt saman í undirbúningu og gengur ágætlega að koma reikningum saman. Og síðan var hér fundur á 5. síðustu viku bókun vegna kjarasamnings við grunnskólakennara og fundum með fulltrúa sambandsins vegna þeirra bókunar og vinnunar sem býður okkar varðandi þá bókun og gríðarlega mikilvægt að það komi á gott samstarf á milli okkar og kennarana, starfsmanna kennarana í því að koma á ábendingum til þess að bæta eða þróa innra starf okkar í skólunum. Og ég alveg að koma að lokum, þetta bara 2-3 mál eftir, að í gær átti ég fund með framkvæmdastjóra og formanni stjórnar Vaðlaheiðarganga aðeins til þess að fara yfir stöðuna á því verkefni og ég fékk ágætis minnisblað frá framkvæmdastjóranum sem að ég var allavega búinn að dreifa til bæjarráðsmanna en geti út að senda til allar bæjarfulltrúa. Það sem bara svona fara aðeins yfir stöðuna á verkinu og framhaldsvinnunni í því. Við áttum líka í gær, ég var formaður bæjarráðs, reyndar á þeim fundi líklega sem formaður Eyþings, fund með sýslumanninum og það var svona kynning á verkefnum sýslumanns, mörg athyglisverð verkefni sem unnin eru á sýslumanni. Og í morgun komu fulltrúar framkvæmdastjóri viðlagatryggingar til þess að ræða við okkur varðandi viðlagatryggingamál sveitarfélagsins og bara til þess að segja eitthvað frá því að þau mál eru bara í mjög góðum farvegi hjá okkur með mörgunum sveitarfélögum samkvæmt upplýsingum en við þurfum auðvitað að vera vakandi fyrir því að all sú þróun sem á sér stað á byggðinni varðandi götur eða þau mál sem eru viðlagatryggð að gleymist ekkert að setja undir trygginguna ef eitthvað stórvægilegt skyldi nú gerast. Og síðasta verkefnið er að í dag að þá kom hér til mín
kona sem að vinna í meistaraverkefni vegna við Háskólann í Lundi í Svíþjóð sem hefur verið að ræða við fulltrúa Vistorku og Norðurorku og þá mig sem fulltrúa líka sveitafélagsins því hún er að gera meistaraprófsverkefni kolefnishlutlausa Akureyri og það var ekki heyra á henni annað en að við erum mjög framalega í þessum málum á sjálfsögðu á Íslandi en mjög víða í þeim verkefnum sem við höfum verið að vinna og það verður athyglisvert að sjá þegar það meistaraverkefni lítur dagsins ljós og úttektin er verið lokið. Hún lofaði að senda mér allavega punktana og sjálfsögur ríkir hana líka þegar hann er lokið. Þetta eru svona helstu verkefnin sem ég hef verið að vinna. Takk. Svo skýrsla bæjarstjóra búin lokið. Eiríkur Björn Björgvinsson fór yfir það. Þá er það á síðustu eftirtalda fundargerðir lagðar fram til kynningar. Afgreiðslufundur byggingafulltrúa 19. og 26. janúar og 2. febrúar. Bæjaráð 19. og 27. janúar og 2. febrúar. Frístundaráð 17. janúar. Fræðsluráð 16. og 23. janúar. Skipulagsráð 18. og 25. janúar og 1. febrúar. Stjórn Akureyrarstofu 12. og 24. janúar. Umhverfis- og mannvirkjaráð 19. og 27. janúar og 3. febrúar. Velferðarráð 18. janúar og 1. febrúar. Hægt er að nálgast fundargerðir á heimasíðu bæjarins. Og þegar við fundið slitið klukkan 18:22.